Jæja, klukkan orðin 8 og ég ætla þá bara að byrja af því að nú erum við live og það hægt að spóla tilbaka, þannig að þó fólk mæti aðeins og seint, þá getur það bara aðeins spóla. En reyndar það ekki gott fyrir umræðunar, þannig að þið verður bara að horfa tvisvar á málþingi í kvöld ef þið missið að byrjunni. En ég vil bara óska ykkur eða bara segja velkomin á málþing Samtaka grænkera á Landverndar. Eins og þið vitið þá ber þetta málþing yfirskriftina verksmiðjubúskapur betur fara með dýr á Íslandi. Og hér í kvöld ætla að taka til máls Valgerður Árnadóttir, formaður Samtaka grænkera á Íslandi, Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, Benjamin Sigurgeirsson, doktor í líftækni og þýðandi bókarinnar Frelsun dýra, Helga Vala Helgadóttir frá Samfylkingunni, Þórunn Wolfram Pétursdóttir frá Viðreisn, Andrés Ingi Jónsson frá Pírötum, Þórarinn Ingi Pétursson frá Framsókn, Baldvin Örn Ólafsson frá Flokki fólksins og Líf Magnúsdóttir frá Vinstri grænum. Og eins og heyrið þá listi langur af fólki sem ætlar að taka til máls og þess vegna þarf ég að stundum kannski stoppa ykkur af. Og það verður örugglega ekki vegna þess að þið eru að segja eitthvað óáhugavert, af því að ég held að þetta málefni sé þannig að við gætum örugglega að tala um það í mun meira en 2 tíma. Þannig að þið bara fyrirgefum það þegar ég mun stoppa ykkur af í kvöld. En við ætlum að byrja á Valgerði Árnadóttur sem ætlar að halda stutta hugvekju fyrir okkur verksmiðjubúskap á Íslandi og bara gjöra svo vel, Vala. Takk fyrir það, Vigdís. Kæru gestir og þið sem eru að fylgjast með heima í beinu streymi. Ég heiti Valgerður Árnadóttir og ég formaður Samtaka grænkera á Íslandi. Tilgangur samtakanna að standa vörð velferð og réttindi dýra og stuðla að fræðslu og upplýsingagjöf jákvæð umhverfis, heilsufarsleg áhrif grænkera lífstíls. Við stundum virka hagsmunagæslu og veitum stjórnvöldum, stofnunum og fyrirtækjum aðhald í umhverfismálum, lýðheilsumálum og málefnum dýra. Samtökin standa fyrir virkri fræðslu í skólum og stofnunum ásamt fjölbreyttum viðburðum. Veganúarátakið okkar stærsti viðburður. Ég ætla að flytja ykkur smá hugvekju verksmiðjubúskap en ég ætla að byrja á sögulegum og tölulegum staðreyndum. Fyrir 12.000 árum, þegar við fórum að temja og ala dýr til matar, voru 96% spendýr á jörðinni villt dýr og mannfólk var 4%. Síðan við fórum að halda húsdýr hafa hlutföllin breyst þannig að einungis 4% spendýra eru villt dýr. 60% eru húsdýr haldin til manneldis og við mannfólkið teljum 36%. Verksmiðjubúskapur á uppruna sinn að rekja til iðnbyltingarinnar en við fórum ekki að stunda hann af alvöru fyrr en eftir seinna stríð. Það því ekki löng hefð fyrir því að rækta og neyta dýrakjöts í þeim mæli sem við gerum nú. Svín, kjúklingar, varphænur, kalkúnar, kýr og kálfar flokkast undir dýr í þauleldi eða verksmiðjubúskap. Þetta eru dýr sem eru alin í verksmiðjum eða á stórum búum. Svín og alifuglar fæðast og deyja án þess að fara nokkur tíma út undir beran himinn eða finna gras undir fótum sér. Á Íslandi 5 milljón kjúklingar slátrað árlega, 80.000 svínum, 23.000 nautgripum eða kúm og 8.000 hrossum. Stærsti hluti þeirra eða 5.000 eru folöld blóðmera og 600.000 lömbum, að ótöldum nokkuð milljón laxa í fiskeldi. Villt dýr og náttúra eiga undir högg að sækja. Síðan við námum hér land hafa stofnar allra villtra dýra á og við landið minnkað stórlega. Íslenski refastofninn Melrakinn var næstum útdauður á Íslandi 1979 þegar stofninn taldi færri en 1000 dýr og sama á við landsel, útsel, margar hvalategundir og fuglategundir sem eru á válista í dag að ógleymdum rostungum sem útdauðir á Íslandi. Lundi metin í bráðri hættu og rjúpnastofninn í sögulegu lágmarki. Á sama tíma og við erum að útrýma þessum dýrum þá seljum við ímynd þeirra út á við. Þegar við kynnum land og þjóð þá birtum við ekki myndir af skítuðum dýrum í verksmiðjubúskap, heldur villtum dýrum í stórbrotnu landslagi. Ég ætla núna að lesa bara smá brot úr kafla verksmiðjubúskap úr bókinni Frelsun dýra eftir Peter Singer sem ég mæli mjög mikið með ef þið viljið kynna ykkur þetta málefni betur. Og það bara vegna þess að hann
segir þetta betur heldur en ég geti nokkuð tíma gert. Afsakið, það setjum við gleru. Á verksmiðjubúinu, eða hvað kom fyrir kvöldmatinn þinn á meðan hann var ennþá dýr? Fyrir flest fólk, sér í lagi það sem býr í þéttbýlum hverfum eða úthverfum borga, á nærtækasta samband þeirra við ómennsk dýr sér stað á matmálstíma. Við borðum þau. Þessi einfalda staðreynd er lykillinn að viðhorfum okkar til annarra dýra og hún er einnig lykillinn að því hvað hvert okkar getur gert til að breyta þessum viðhorfum. Notkun okkar og misnotkun á dýrum sem alin eru fyrir mat trompar út frá einskerum fjölda þeirra dýra sem ræðir allar aðrar misþyrmingar. Yfir 100 milljón kýr, svín og kindur eru alin og slátrað í Bandaríkjunum á ári hverju. Hjá alifuglum er talan yfirþyrmandi 5 milljarðar. Það þýðir að 8.000 fuglum, aðallega kjúklingum, verður slátrað á þeim tíma sem það tekur mig að lesa þessa blaðsíðu. Það er hér við kvöldverðarborðið og í hverfisbúðinni eða kjörversluninni sem við erum sett í bein tengsl við umfangsmestu valdnýtingu annarra tegunda sem hefur nokkuð tíma átt sér stað. Almennt erum við fáfróð þá misnotkun á lifandi verum sem liggur að baki matnum sem við borðum. Það að kaupa mat út í búð eða á veitingastað er hápunkturinn á löngu ferli þar sem allt nema lokaafurðin er fínlega hulin augum okkar. Við kaupum kjötið okkar í snyrtilegum plastumbúðum því varla blæðir. Það er engin ástæða til að tengja þessar umbúðir við dýr sem lifir, andar, gengur og þjáist. Á íslensku er að finna tengingu á milli kjötsins sem við borðum og dýrana sem þau koma frá. En við tölum nautakjöt, svínakjöt og lambakjöt. Á ensku hins vegar eru orðin ein og sér notuð til að hylja upprunan, en þar er talað beef en ekki nautakjöt, pork en ekki svínakjöt. Þó hylur ensk tunga ekki hið sanna eðli lambalæris eða leg of lamb. Hugtakið kjöt í sjálfu sér villandi. Upprunalega þýddi það hvaða fasta fæða sem er, ekki endilega hold af dýri. Þessi notkun tórir enn í orði eins og hnetukjöt en hefur í raun jafn gott tilkall til að vera kallað kjöt í sjálfu sér. Með því að nota hið almennara kjöt náum við að forðast að horfast í augu við það sem við erum að borða, að það sem við erum að borða er í raun hold. Þessir munnlegu dulbúningar eru aðeins efsta lagið af miklu dýpri fáfræði gagnvart uppruna matarins okkar. Veltu fyrir þér þeim ímyndum sem kallar eru fram við orðinu sveitabær. Hús, hlaða, hænsnahópur undir vökulu auga, spígsporandi hana sem klórar sig gegnum garðinn, kúahjörð sem verið er að færa inn frá ökrunum fyrir mjaltir og kannski ein gylta sem grefur í aldingarðinum ásamt hópi æstra grísa sem hlaupa spenntir á eftir henni. Mjög fáir sveitabæir voru nokkuð tíma eins unaðslegir og þessi klassíska ímynd myndi vilja telja okkur trúum. Engu síður hugsum við enn bóndabæi sem notalega staði, fjarri okkar eigin iðnaðar og hagnaðardrifna borgarlífi. Af þeim fáu sem leiða hugann að lífi dýra og bóndabæjum vita ekki mörg þeirra mikið nútíma aðferðir dýraeldis. Sumt fólk velti fyrir sér hvort dýrum sé slátrað sársaukalaust. Og allir sem hafa fylgt eftir fullum vörubíl af nautgripum munu sennilega vita að búfénaður er fluttur við verulega þröngar aðstæður en fáa grunar að flutningur og slátrun séu neitt meira en stutt og óumflýjanleg endalok lífs í þægindum og ánægju, lífs sem inniheldur náttúrulega gleði sem falin er í tilvist dýra án þeirra erfiðleika sem villt dýr þurfa að þola í baráttu sinni við að komast af. Ég gæti eitt erindinu mínu í að telja upp öll þau hræðilegu mál sem sýna að dýr í verksmiðjubúskap eða þauleldi á Íslandi hafi það betra en dýr í verksmiðjubúskap erlendis. En ég tel að við séum flest búin að fylgjast vel með fréttum af brúneggjamálinu, blóðmerunum, giltunum með legusárin, kýrnar á bæjunum sem MAST hefur ítrekað, gert athugasemdir við en fyrir einhverja hlutasakir ekki lokað. Og myndir frá fiskeldi á Vestfjörðum þar sem laxalús étur fiskana lifandi. Flest þessi mál ná augum okkar vegna dýraverndarsamtaka eða fjölmiðlafólks sem kanna málin en ekki vegna þeirra eftirlitsstofnana sem eiga sinna eftirliti
og passa að farið sé eftir lögum og reglum og standa vörð velferð þessara dýra. Setjum okkur eitt augnablik í spor svína á svínabúum. Þetta eru dýr sem eru ekki ólík hundum þegar kemur að vitsmunum, þörf fyrir félagsskap og örvun. Á einhvern óskiljanlegan hátt höfum við talið okkur trúum að það sé eðlilegt að loka þessi ljúfu dýr inni í myrkum skemmum. Þar sem svo þröngt þau að þau geta ekki snúið sér við, ekki lagst niður og þau þjást og þau bíta hvort annað í eymd sinni. Í stað þess að bæta aðstöðu þeirra, þá halaklippum við þau og rífum úr þeim tennurnar til að þau geta ekki skaðað hvort annað jafn illa. Ekki vegna þess að okkur annt þau, heldur vegna þess að það er kostnaðarsamt að gefa þeim sýklalyf og kjötið verið verra vegna sárana. Hér á Kjalarnesi er stærsta svínabú á Íslandi. Við sjáum það út gluggann hér í Reykjavík. En fæstir vita hvað gengur á þar innandyra og enn færri vita að svínabúið er með eigin gasklefa. Þar enda svínin sína tilbreytingarlausu og ömurlegu ævi í myrkri lyftu, viti sína fjarafræðslu, þau síga niður í holu og kafna úr gaseitrun og sú kvöl tekur marga mínútur. Þetta viljum við ekki vita. Við spyrjum ekki vegna þess að það er óþægilegt. Vegna þess að það er erfitt að halda áfram að borða eitthvað þegar samviskubitið hefur tekið sér bólfestu í okkur. En hvers vegna komum við svona fram við svín en ekki hunda þegar svona lítill eðlislægur munur er á þeim? Hundar eru krúttlegri, segja sumir. Hundurinn hefur fylgt manninum í árþúsund, segja aðrir. Veruleika firring okkar er svo mikil að ég hef heyrt, oftar en ég get talið, ég borða aldrei svínakjöt þegar þetta málefni kemur upp. En þetta sama fólk borðar þó pepperoni, skinku, pylsur, bacon og ávaxtahlaup nær daglega án þess að einu sinni að leiða hugann af því að þau sé í raun að borða svín. Við kennum börnunum okkar að virða og elska litla grísinn í Babe og litla grísinn í Charlotte's Web á sama tíma og við gefum þeim pepperoni pizzu að borða. Við mannfólkið erum spendýr. Af einhverju ástæðu þróumst við framar öðrum spendýrum. Okkur voru gefnir vitsmunir og vitsmunir fela í sér vald og valdi fylgir ábyrgð. Siðferðisþröskuldur okkar hækkar. Það er hluti af því að þróast. Það hefur þó gerst í mannkynssögunni að við fórum nokkur skref aftur á bak. Við töldum okkur trúum að einhver hegðun eða samfélagsmynstur væri eðlileg eða réttmæt, en seinna dæmdum við forfeður okkar harðlega fyrir þrælahald, þjóðernishreinsanir, pyntingar, kúgun kvenna og svo framvegis. Hvernig munu afkomendur okkar dæma okkur þegar kemur að verksmiðjubúskap? Hvernig viljum við að okkar sé minnst í mannkynssögunni? Ég ætlast ekki til þess að einhver sem ekki hefur leitt hugann að þessum málefnum finni til samkenndar með dýrum eftir korters ræðu. Ég ætlast ekki til þess að allir séu dýravinir eða elski dýr, en ég ætlast til þess að fólk viðurkenni að dýr eigi rétt á lífi án þjáningar og vanrækslu, rétt eins og mannfólk. Að réttindi dýra verði okkur jafn heilög og mannréttindi. Ég ætlast til þess af ykkur, kæru embættismenn, að þið standi vörð velferð dýra, að þið passið að eftirlitsstofnanir séu vel mannaðar og fjármagnaðar og að við fylgjum fordæmi annarra Evrópuþjóða og stuðlum að aukinni framleiðslu á mat úr plönturíkinu. Takk fyrir mig. Ég er mjög spennt að heyra næstu erindi. Takk fyrir þetta, Valgerður. Ég er alltaf venjast að kalla þig Valgerði. Ég er svo venið að segja Vala. Ég er farin að skrifa, þegar ég skrifa fullt nafn, þá skrifa ég Vala Árnadóttir. En ég er mjög sammála með upplýsingaaðgengið. Nú fyrir þetta málþing þá sendum við ítarlegar spurningar á MAST og gengum í gegnum svakalegt ferli til þess að fá einhverjum af þeim svarað. Og ég man ekki, ég held að nokkrum dögum eftir að við sendum erindið þá fengum við tilbaka post sem að stóð: þú verður að fylla inn upplýsingaeyðublað af hverju þetta sækja þessar upplýsingar. Og svo var engin linkur á upplýsingaeyðublaðið, heldur þurfti ég að fara, finna það, skrá mig inn á island.is og einhvern veginn, já, þetta var rosalega langt form og ég skildi ekki alveg af hverju þetta var svona ítarlegt. Ég sagði líka í erindinu af hverju ég væri að spyrja að þessu, ekki það að mér finnst að ég að skipta máli.
En já, og svo fekk ég neitun tilbaka viku fyrir málþingið, þar sem að stóð bara, það stæðist, ástæður mínar fyrir því að sækja þessi gögn stæðist ekki lög og ég endaði á því að hringja upp í MAST og svona eiginlega kvarta smá yfir þessum, hvernig þetta ferli var og fékk hann þá til þess að fara með mér einn annar sem vinnur yfir listan og þá fengum við ykkur svör allavega hvar væri þetta nálgast ykkur upplýsingar en alls ekki svör við öllu og eiginlega, miklu verra en ég bjóst við. Ég hélt allavega ef maður myndi leita upplýsingunum að maður myndi fá þær. Þannig að ég er ekki mjög ánægð með það. En næstu langar mig að bjóða Auði Önnu Magnúsdóttur, framkvæmdastjóri að Landverndar, að stíga á skjáinn. Virkar það að segja það? Ég veit það ekki, við sjáum til. En hún ætlar allavega að fjalla umhverfisáhrif verksmiðjubúskapar. Bara gjörðu svo vel, Auður. Takk fyrir, get ég deilt skjá? Ég get ekki deilt skjá. Ég á að... Vá, ég ekki verið svolítið en ekki geta veitt þér aðgang, betur. Hér. Nú áttu að geta deilt skjá. Ok, takk. Komið öll sæl. Ég vona að sem flest sem eru að horfa séu að prófa veganúar. Það er alveg frábært átak og mjög mikilvægt fyrir þá sem að hafa áhuga að taka þátt í þessu sem byrjun. Ég veit að Vala til dæmis byrjaði sem vegani gegnum veganúar. Hvað hef ég langan tíma aftur? 15 mínútur. 15 mínútur. Já, svona almennt eru áhrif dýraeldis á umhverfið. Það má kannski skipta þeim í 2 flokka. Það eru losun gróðurhúsalofttegunda og hrun vistkerfa eða eyðing búsvæða. Eða stærstu og brýnustu áskoranir í umhverfismálum eru losun gróðurhúsalofttegunda og hrun vistkerfa eða eyðing búsvæða og dýraeldi hefur gríðarlega mikil áhrif á báðar þessar áskoranir. Það er mjög mikilvægt að við munum alltaf eftir því að loftslagskrísan er orkukrísa og landnotkunarkrísa í raun og veru líka. Það er í raun þessi gríðarlega eftirspurn okkar eftir orku sem að virðist aldrei geta verið fullnægt, sem að er rótin af loftslagskrísunni og jarðefnaeldsneyti veitir okkur þessa ofurkrafta og þessa miklu orku sem við getum einhvern veginn ekki losnað við. Dýraeldi eykur verulega á þessi stóru vandamál í gegnum mjög mikla landnotkun, í gegnum mjög mikla vatnsnotkun, í gegnum notkun á alls konar efnum eins og sýklalyfjum og tilbúnum áburði og í gegnum losun gróðurhúsalofttegunda. Ef við bara förum í stuttu máli yfir, sjáið þið bendil minn? Þið sjáu hann. Sko, ástæðan fyrir því að þetta vandamál er svona risastórt er að við erum að taka hérna auka milliskref. Við búum til mat sem eru plöntur, við gefum dýrum plönturnar, við vinnum matinn einhvern veginn og svo gefum við mönnunum mat. Það sem að grænkerafæði gerir er að það sleppir þessu hérna auka milliskrefi og fer bara beint hérna í að vinna matinn og gefa mönnum matinn. Og vegna þess eins og Vala kom inn á áðan að við ræktum svo svakalega mikið af mat fyrir landbúnaðardýr af því að landbúnaðardýrin eru svo gríðarlega mörg. Við sjáum hérna massa landbúnaðardýra hér í þessari gríðarstóru súlu, massa manna hérna á þessari aðeins minni súlu og hér er massi villtra spendýra. Þessar 2 staðreyndir ætti að vera nóg til þess að fá okkur til þess að hugsa okkur tvisvar hvort það sé virkilega nauðsynlegt að vera að neyta dýraafurða. Pínlítið
loftslagsmál og fæðu og losun frá mismunandi fæðutegundum. Það mikið talað það losun frá þessum hefðbundnu verksmiðju kjöttegundum sem eru framleidd á Íslandi sé ekki svo mikið. Sérstaklega mikið rætt að kolefnisspor frá laxeldi sé lítið. Þetta mjög fjarri því að vera satt eins og við sjáum á þessari mynd. Ef þú ert að bera það saman við nautakjöt, þá kolefnisspor frá fiskeldi vissulega minna, en ef þú ber það saman við baunir, þá munurinn meira en 10-faldur baununum í hag. Hér á þessari mynd, þetta tekið af Our World in Data og fyrir alla datanörda þá bara Our World in Data besti vefur í heimi, hann betri en Google. Þessi tala hér, 7,67 kílógrömm á gróðurhúsalofttegundum per 1000 kílókaloríur svona samtala yfir allt fiskeldi. Lax hefur hærra kolefnisspor heldur en þetta. Það kom út mjög áhugaverð grein árið 2016 sem gerði ráð fyrir því að ef að árið 2050 höfum við náð markmiðum okkar að halda hlýnun innan við 2 gráður, þá reiknuðu þau út hvert hlutfall gróðurhúsalofttegunda mun koma frá fæðu með óbreyttu ástandi, sem sagt sömu kjötneyslu og við erum að tala í dag. Og það verða heil 52%. Hins vegar ef við færum okkur öll inn í veganfæði þá verða ekki nema 15%. Og við höfum miklu meira rými þá til þess að losa gróðurhúsalofttegundir til dæmis með flugi. En hvaðan kemur öll þessi gríðarlega losun gróðurhúsalofttegunda frá dýraafurðum? Það fóðurframleiðslan, það orkunotkun og það líkamsstarfsemi dýranna. Það á sérstaklega við kýr og rollur og þess vegna losun gróðurhúsalofttegundu frá nautakjöti og lambakjöti svona há. Hins vegar inn í þessar losunartölur aldrei teknar losunartölur vegna landnotkunar, en þær geta verið alveg gríðarlega háar, sérstaklega ef að fóður framleitt til dæmis á framræstu votlendi. Það getur alltaf 10-falda til dæmis losunartölur frá lambakjöti. Og svo þurfum við náttúrulega að muna það að Ísland niðurgreiðir framleiðslu á lamba- og nautakjöti og veitir svína- og kjúklingaframleiðslu tollavernd. Hitt risastóra umhverfisvandamálið sem við erum að kljást við núna hrun vistkerfa og eyðing búsvæða. Það að segja við erum að bara eyðileggja náttúruna, við erum að taka mjög mikið af landi undir okkar eigin þarfir, við erum að byggja borgir, við erum að búa til ræktarland og land að skornum skammti í dag. Það þarf 10 sinnum meira landrými til þess að rækta svínakjöt miðað við baunir. Og það rétt að taka það fram svo við gleymum því ekki að sporflutning bara brot af kolefnisspori matvæla. Það að flytja inn matvæli hefur mjög lítil áhrif á kolefnissporið. Það ræktunin sjálf sem stóra málið. Það grein önnur grein frá 2016 sem sýnir að grænkjarafæði eina örugga leiðin til matvælaframleiðslu til 2050 ef að stöðva skógareyðingu í heiminum. Og á Íslandi land mjög illa farið vegna kjötframleiðslu. Það þá framræst votlendi mjög mikið, 47% af votlendum á Íslandi hefur verið framræst. Það illa farið beitiland en 25% af Íslandi illa farið beitiland og mikið tap á líffræðilegri fjölbreytni. En þessi hefðbundnu verksmiðjubú á Íslandi sem eru svínaeggjaframleiðsla, kjúklingaframleiðsla og eldisfiskur, fóðrið fyrir verksmiðjubúin innflutt. Það þýðir að landsvæði erlendis nýtt til að búa til fæðu fyrir Íslendinga. Það að vísu að minnsta kosti 1 svínabú sem nýtir íslenskt bygg að einhverju litlu leyti. Og eins og ég sagði áðan þá orku- og próteinnýting mjög slæm á fóðrinu af því að við erum að láta fóðrið fara í gegnum dýrin í staðinn fyrir að éta fæði bara sjálf, sem við getum ekki alltaf gert en
mjög mikið af fóðri hægt að gera það eða nýta landi til að rækta eitthvað sem menn geta borðað. Hér svona staðan á Íslandi. Við þeirri fyrir mér svona. Það sem við gerum á Íslandi að plöntur eru ræktaðar erlendis, þetta á þá við verksmiðjubúskap á Íslandi. Plöntur eru ræktaðar erlendis, þær eru fluttar til Íslands. Við gefum þá eldislaxi eða einhverjum öðrum dýrum á verksmiðjubúum plönturnar og síðan í tilfelli eldislax þá laxinn fluttur aftur til útlanda. Og lax, hann þarf svolítið lúxusmat, þannig að þetta er ekkert slóar, þetta fæði sem hann að fá. Þetta náttúrulega meikar ekkert sens. Rækta plöntur í útlandum, flytja til Íslands, gefa laxi, tapa rosalega mikið af prótín og kaloríum í leiðinni og flytja þetta svo aftur til útlanda til að selja. Hér svona smá talnaleikfimi en innlend alifugla og svínakjötsframleiðsla í verksmiðjubúum. Það framleitt 9.000 tonn af alifuglakjöti á ári og 6.500 tonn af svínakjöti. Og til þess að gera þetta þá þarf að flytja 72.000 tonn af fóðri á ári. Og ef við myndum bara flytja 72.000 tonn af baunum í staðinn, þá hefðum við mátt spara 10-falt af landrýminu og 16 til 60-falt af losun gróðurhúsalofttegunda miðað við prótíneyðingu og algjörlega koma í veg fyrir mörg önnur umhverfisáhrif. Þetta tæplega 2000 baunamáltíðir á mann á Íslandi. Ég reiknaði þetta margoft, svo trúði ég ekki niðurstöðinni en ég geri smá fyrirvara núllavitleysu. Það sem við verðum að gera og það sem pólitíkin verður að gera hér að fara í öflugar aðgerðir til að fara í framleiðslu á prótínríkum plöntumatvælum hérna heima, svo við séum ekki að lenda í þessu. Örstutt laxeldi. Lax komin mjög nýlega í þauleldi og það engin líffræðileg aðlögun sem hefur átt sér stað, sem ég held að sé reyndar mjög lítil í öðrum verksmiðjubúskap líka. Fiskeldi svo grein matvælaframleiðslu sem vex hraðast í dag, en þar eru nánast engar reglur velferð dýranna. Helstu reglur umhverfisréttar eru mengunarbótareglan eða polluter pays principle sem þýðir að sá sem mengar, hann á að borga fyrir það að menga, og varúðarreglum, það að segja að við förum varlega gagnvart náttúru Íslands. Sjókvíaeldisfyrirtæki þau greiða ekki fyrir mengunina sem þau valda og varúð gagnvart fiskistofnum og sjávarbotni er lítil. Og helstu áhyggjuefni vegna fiskeldis samkvæmt FAO eru mengun vegna næringarefna, mengun vegna efnanotkunar, það þá laxalúsanotkun og koparhúðun á netapokunum. Það áhrif á villta laxinn og svo eru umhverfisáhrif vegna fóðurs sem að geta verið mjög stór. Í Noregi er til dæmis notað soja sem ræktað í Brasilíu til þess að gefa löxum í Noregi og laxarnir eru síðan fluttir til dæmis til Bandaríkjanna til sölu. Já, á Íslandi þá fiskeldi, svínabú og kjúklingabú landlaus. Það þýðir að þau þurfa að koma úrganginu sínum einhvers staðar fyrir. Dauð dýr eru urðuð, til dæmis eru dauður lax úr laxeldi á Vestfjörðum urðaður í Fíflholtum og Mýrum, hann keyrður þangað. En úrgangur, fóður og skítur úr laxeldi, hann fer bara beint út í sjó. Skítur frá svína- og kjúklingabúum hreinsaður og frá landeldi líka, en eftir hreinsunina þá vökvanum dælt út í sjó og í sumum tilvikum þá skíturinn notað í áburð en það vantar mjög mikið tölur. Það algjörlega óskiljanlegt að MAST skuli ekki vera tilbúið til þess að veita okkur þessar upplýsingar. Þetta eitthvað sem varðar okkur öll, þetta umhverfismál og
þetta er dýraverndunarmál en þetta er eitthvað sem við erum að gera hérna sem samfélag og þess vegna er óskiljanlegt að við getum ekki fengið neinar upplýsingar, ekki einu sinni fjölda búa. Ég held ég eigi bara 2 mínútur eftir, ég ætla að vera rosalega fljót. Þessi frétt birtist bara núna í gær, held ég. Hvað dagur í dag? Já. Þar ónæmar bakteríur drógu 1,2 milljónir til dauða árið 2019. Þetta er megin niðurstaða viðamestu rannsóknar sem gerð hefur verið á sýklalyfjaónæmi og afleiðingum þess. En 80% sýklalyfja sem eru notuð í Bandaríkjunum eru notuð á verksmiðjubúum eða í dýralandbúnaði og þá allra helst í verksmiðjubúum og 70% þessara sýklalyfja sem þau nota eru einnig notuð á menn. Þannig að þróun sýklalyfjaónæmis er mjög hætt við að sýklalyfjaónæmi þróist á verksmiðjubúum þegar sýklalyf eru notuð. Notkun sýklalyfja sem betur fer enn sem komið er mjög lítil á Íslandi en hún getur verið nauðsynleg þar sem að þrengsli og nánd er mikil eins og í verksmiðjubúum. Að lokum þá eru áhrif hagsmunaaðila sterk eins og við sjáum bara með það hvað er mjög erfitt að fá upplýsingar frá opinberum stofnunum verksmiðjubú. Alþingi breytti reglum og breytti lögum árið 2018 bara fyrir laxeldi og þetta hefur enn ekki verið leiðrétt þrátt fyrir að eftirlitsstofnun EES-samningsins hafi í tvígang ávítað Ísland fyrir þetta. Að lokum þá vil ég bara segja að við skulum ekki taka frekari áhættu með íslenska náttúru og auðlindir heimsins. Við skulum reyna að leggja mikla áherslu á það að þróa framleiðslu á próteinríku plöntufæði á Íslandi svo við getum hætt galskapet eða dregið verulega úr honum. Takk fyrir Auður, þetta var sannarlega fræðandi og ég þyrfti eiginlega sko að sjá súluritið þar sem er talað baunirnar versus svínakjötið og próteinmagn og allt þetta. Ég held að það ætti að vera eitthvað sem við ættum að græja. Næst ætlar hann Benjamin, doktor Benjamin Sigurgeirsson, doktor í líftækni og þýðandi bókarinnar Frelsun dýra að fræða okkur tengslin við heimsfaraldur, sýklalyf og siðferði og svo sjáum við til hvort við tökum 5 mínútna pásu eða höldum aðeins áfram fyrir 5 mínútna pásu. Herriði, Benjamin, gjör svo vel. Ég var búin að gefa þér réttindi, Benjamin, til þess að vera host. Þú ættir að geta, unmjúta þig og deilt. Svona, ok, komið sæl. Ánægilegt að fá að tala hérna á málþingi veganúar. Og eins og segja þá ætlum við að tala heimsfaraldur, sýklalyf og siðferði, þannig að við förum víða. Við höfum nú búið við COVID-19 heimsfaraldurinn í 2 löng ár. Uppspretta veirunar sem veldur sjúkdómnum hefur verið rakin til blautmarkaðs í Kína. Á slíkum mörkuðum geta neytendur valið sér lifandi dýr frá sölufólki sem slátrar dýrunum á staðnum. Dýr sem til sölu á blautmörkuðum geta verið alls konar, meðal annars villt dýr sem hafa verið fönguð úr sínu náttúrulega umhverfi. Aðstæður dýranna á mörkuðunum eru mjög slæmar og þar sem þeim haldið í búrum við mikinn þéttleika, einnig skortur á hreinlæti og mikið blóð sem frussast og skvettist í kjölfar slátrunar á dýrunum. Það kemur því kannski ekki óvart að smit veirunar frá dýrum til manna eða rætur sínar rekja þangað. Það má því færa rök fyrir því að sá heimsfaraldur sem við lifum nú við og hefur drepið milljónir manna og gert enn fleirum lífið leitt og erfitt væri ekki til staðar ef fólk væri ekki enn að borða dýr. Því má spyrja, væri skynsamlegt að draga verulega úr dýraframleiðslu til manneldis í þeim tilgangi að sporna við faröldrum og heimsfaröldrum framtíðarinnar? Góð spurning. Ef við horfum eingöngu til COVID-19 þyrfti ekki einu svona ganga svo langt.
Það myndi duga að banna alla blautmarkaði, ekki bara í Kína heldur á heimsvísu. Reyndar voru blautmarkaðir bannaðir einu sinni í Kína að minnstakosti á ákveðnum svæðum. Það gerðist árið 2003 þegar SARS-veirusýkingar sem orsakaði kórónuveirum svipuðum þeim sem valda COVID-19 brutust þar út og voru einmitt raknar til blautmarkaða. Þá var tekin ákvörðun að loka blautmörkuðum í Kína og eftir hræðilegar afleiðingar SARS fyrir fólk þar var hugarfarið þannig að þessi reynsla myndi verða okkur til eftirbreytni til að takast á við og koma í veg fyrir sambærilega faraldra. Banninu við blautmörkuðunum var hins vegar aflétt eftir aðeins 6 mánuði. 16 árum síðar kemur fram nýtt kórónuveiruafbrigði, mun skæðara en það sem kom fram 2003 og framhaldið er okkur öllum alkunna. Mannkyninu stafar veruleg ógn af ómennskum dýrum. Þessi fullyrðing kann að hljóma furðulega, en það má færa fyrir henni góð rök. Ein ógn sem okkur stafar af ómennskum dýrum felst ekki í því að þau borða okkur, heldur að því að við borðum þau. Það hefur verið sýnt fram á að ósmitbærir lífsstílssjúkdómar eins og hjartasjúkdómar, sykursýki og ýmis krabbamein tengjast óhóflegri neyslu mannfólks á dýraafurðum. Önnur ógn sem okkur stafar af dýrum er vegna svokallaðra zoonotic sjúkdóma, eða þá sjúkdóma sem berast frá dýrum til manna. Það sem veldur slíkum sjúkdómum getur verið bæði bakteríur og veirur. Í grunninn þá er aragrúi af slíkum örverum í ómennskum dýrum og yfir 10 tíma þá stökkbreytast þær. Stökkbreytingin getur valdið því að dýrin sjálf verða mjög veik og sjúkdómar breiðist út á meðal þeirra. Stökkbreytingin getur einnig verið á þann veginn að hún hafi lítil sem engin áhrif á dýrin en getur smitast yfir í mannfólk og valdið því skaða, oft töluverðum skaða. Dæmi sjúkdóma sem falla undir þá skilgreiningu að vera zoonotic, það er sjúkdómar sem berast frá dýrum til manna með örverum, eru hundaæði, svartidauði, kúaveiki, fuglaflensa, svínaflensa, ebóla, berklar, salmonella, spænska veikin 1918 og svo SARS, MERS og COVID-19 sem eru kórónuveirufaraldrar frá 2003, 2012 og 2019. Samkvæmt skýrslu Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna frá 2013 eiga 70% af nýjum sjúkdómum sem hafa komið fram í mannfólki uppruna sinn í dýrum. Þessi listi er því langt því frá að vera tæmandi. Milljónir manns deyja af slíkum sjúkdómum ár hvert. Veirur og bakteríur eru auðvitað ekki bara hættulegar mannfólki og mun líklegar að dýrin sjálf veikist vegna þeirra. Þá er gripið til þess ráðs að drepa dýrin í massavís til þess að forðast útbreiðslu. Til að lesa hérna stutt brot úr einum formála bókarinnar Frelsum dýra og þetta er sem sagt formáli sem var ritað fyrir endurprentun 2002. Þegar faraldur af gin- og klaufaveiki skók Bretland 2001 var almenningur vitni að hræðilegu sjónarspili þegar dýr voru skotin í þúsundatali og líkum þeirra staplað upp og þau brennd. Í kvöldfréttum á einni sjónvarpsstöðinni sagði einn bóndinn með tárin í augunum: okkur þykir svo leitt að sjá lömbin okkar deyja. Þau eiga að vera tákn vorsins, tákn nýs lífs, en nú deyja þau út af þessum hræðilega sjúkdómi. Árið þið farið að finna fyrir of mikilli samúð með bóndanum skuluð þið spyrja ykkur einnar spurningar. Hver hefði orðið örlög lambanna ef engin faraldur af gin- og klaufaveiki hefði komið upp? Bóndinn hefði tekið þessi litlu tákn vorsins frá mæðrum sínum, komið þeim fyrir í vörubílum og sent til slátrunar. Tákn nýs lífs hefði orðið á dauðu kjöti. Síðan hefði bóndinn glaður leyst út tékkann sinn sem hann fékk borgað fyrir að gera þetta. Hann fær reyndar áfram borgað, ríkið bætir bændum upp fyrir dýr sem eru drepin til að hefta útbreiðslu sjúkdóma. Fyrri faraldur af kúariðu kenndi almenningi í Evrópu að landbúnaður hefur breytt kúm úr því að vera grasbítar yfir í að vera kannibalistar. Til þess að auka prótín í fæðinu þeirra eru þeim gefnar hakkaðar sláturhúsarleifar. Nú, með stórslátrun á dýrum í kvöldfréttunum hafa milljónir manna séð óviðfengjanleg sönnunargögn þess að dýrabúskapur byggir á því að koma fram við dýr eins og hluti sem nýtast okkur á endanum og eiga sér engan annan tilgang með tilvissinni. Mikið af fólki hefur haft samband við dýrahópa eða grængerðarsamtök til að finna annan valkost en dýraafurðir. Að gerast kjötalaus er rétta ákvörðunin og betra er seint en aldrei. Vírusar og bakteríur grasserast í þeim aðstæðum sem verksmiðjubúskapur býður upp á.
Þrengsli, óhreinindi og bjöguð ónæmiskerfi bjóða upp á kjöraðstæður fyrir veirur og bakteríur til að fjölga sér, berast á milli og stökkbreytast. Verksmiðjubú eru því algjör paradís fyrir ný afbrigði til að smitast annaðhvort beint til mannfólks eða fyrst til villtra dýra og þaðan í mannfólk. Þessi smithætta frá verksmiðjubúum hefur verið þekkt í fleiri ár. Tilfelli, fréttir og vísindagreinar þess efnis gera það augljóst og hafa áköll verið gerð til þess að vekja athygli á þessu ástandi og óskað eftir aðgerðum til að bregðast við, en án mikils ef nokkurs árangurs. Það er engu líkara en að illræmd öfl sem hafa hagsmuna að gæta sé að reyna að segja við okkur, hvað sem þið gerið, please, ekki horfa upp. Enn þann dag í dag, þrátt fyrir töluverða aukningu á neyslu á grængrænmat seinustu áratugi, þá er enn verið að stækka og auka við verksmiðjuframleiðslu á dýrum í heiminum, sér í lagi kjúklingum. Megin ástæðan fyrir þessu er eflaust aukinn mannfjöldi sem og aukinn velmegun mannfólks. Önnur ástæða er ef til vill sú að fólk er að skipta úr rauðu kjöti frá lömbum og nautum yfir í meiri kjúkling. En rautt kjöt er með sterkari tengsl við slæma heilsu og mengandi umhverfisáhrif. Það er auðvitað ekkert minna en frábært að fólk sé að taka upplýstar ákvarðanir í sínu mataræði með tilliti til heilsu og umhverfis, en það ætti ekki að vera að kosta kjúklinga og svína sem hafa það hvað allra verst í verksmiðjubúskap. Því til stuðnings að við komum til með að drepa fleiri kjúklinga í náinni framtíð, þá hefur Landbúnaðarráðuneyti Bandaríkjanna áætlað að kjúklingaframleiðsla heimsins muni aukast 2% árið 2022 og slá í met. 101 milljón tonn af kjúklingakjöti. Miðað við að hver kjúklingur gefa af sér 2 kílógramm af kjöti, þá gerir þetta 50 milljarða af kjúklingum ár hvert. Það gerir 137 milljónir af kjúklingum sem eru drepnir á hverjum degi að meðaltali. Kíkjum aðeins til Íslands, en þessi viðstöðulausu dráp á kjúklingum viðgangast einnig óáreitt á Íslandi, en hér á landi eru drepnir 5 milljón kjúklingar á hverju ári sem miðað við höfðatölu er vel yfir meðallagi. Þann 4. janúar á þessu ári birtist frétt í Bændablaðinu sem segir frá hjónum sem rekja kjúklingabú og höfðu þau á skömmu tíma þrefalda framleiðslu getu búsins. Nýjasta viðbótin í stækkunarferlinu voru 2 900 fermetra hús sem eiga rúma 26.000 fugla til viðbótar við það sem fyrir var. Það þýðir að hvort 900 fermetra húsið rúmar 13.000 fugla sem gerir 14 fugla á hvern einasta fermetr ef við gerum ráð fyrir að rýmið sé eingöngu nýtt undir fuglana. Hér ber að hafa í huga og ítreka að allur kjúklingur er framleiddur á verksmiðjubúum þar sem þeir hafa verið innandyra öllum stundum í miklum þrengslum. Það er engin grundvallarmunur á því hvernig komið fram í kjúklinga á Íslandi heldur en annars staðar. Kjúklingar á Íslandi eru framleiddir samkvæmt hefðbundnum verksmiðjubústöðlum sem eins og áður sagði fela í sér enga útveru og mikil þrengsli. Það skiptir engu máli fyrir kjúkling hvort hann sé kjúklingur á Íslandi eða kjúklingur í Póllandi. Það skiptir engu máli hvar í helvíti þú ert. Engin ástæða til þess að taka ekki mark á né gera lítið úr sjúkdómahættu sem stafar af því þauleldi sem verksmiðjubúskapur er. Og sjúkdómar grassera einnig í búunum á Íslandi eins og sést í yfirlitum frá MAST, en reglulega þarf að innkalla kjúkling vegna salmonellu eða gruns salmonellu. Herri, ég ætla að segja örlítið svín, en kannski óþarfi að vala fólk sem vel undir það. Ég ætla að nefna hérna líka á Íslandi er stundum minkarækt, þrátt fyrir fordæmi annarra landa að banna þannig iðnað af siðferðisástæðum. En minkar í minkarækt eru hafðir í mjög litlum minkbúrum sem verður að teljast mjög ónáttúrulegar aðstæður og veita dýrunum mikla þjáningu. Hvers vegna í alvöru erum við enn að halda minkum í búrum? Á Íslandi er einnig stundað blóðmerahald. Blóðmerahald gengur út á að taka blóð úr fyrrfullum merum til þess að vinna úr því lyf. Helsta notkun lyfja úr blóðmerahaldi er frjósemislyf til að auka framleiðslugetu í svínarækt. Þannig að hér er að ræða mjög varhugaverðan og ógeðfelldan iðnað á íslenskum hestum til þess að styðja enn varhugaverðari ógeðfelldari iðnað á erlendum svínum. Blóðmerahald sem iðnaður hefur verið bannað víða í heiminum og er Ísland eina landið í Evrópu þar sem slík hegðun viðgengst. Það hefur ekki borið mikið af þessum iðnaði á Íslandi þó svo hann hafi verið stundað hér í 40 ár
kannski vegna þess hver siðlaus hann í raun og veru og því iðnað sem besti stundaður svo lítið beri á. Og það var ekki fyrir en erlendir aðgerðarsinnar sýndu myndbandsupptökur og slæmri meðferð hesta við blóðtökur að almenningur gerði sér grein fyrir umfangi og afleiðingum sem blóðmerahald hefur. Fyrir utan slæma meðferð á hryssunum og að afurðin sé notuð í búskap sem stundar slæma meðferð á svínum, þá hefur orðspor Íslandsbyggðin hnekki eftir afhjúpurina á blóðmerahaldi. Þegar Inga Sæland lagði fram frumvarp bann við blóðmerahaldi í upphafi árs 2021, þá fekk það lítinn meðbyr í aðsendum umsögnum. Þegar hún lagði svo frumvarpið í annað sinn, nú eftir afhjúpunina, hefur frumvarpið fengið mikinn meðbyr og fjölmargir Íslendingar á þeirri skoðun að leggja í iðnaðinn af. Það sem einstakt við þetta blóðmeramál einmitt þessi breiða samstæða almenning að leggja eigi iðnaðinn niður. Þessa samstæðu sem að fordæmi annarra þjóða ættu þau sem sitja hér við stjórnvölinn að nýta til að leggja niður blóðmerahald á Íslandi. Slíkt myndi bæta orðspor landsins og velferð íslenska hestsins. Tölum aðeins sýklalyf. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni þá sýklalyfjaónæmi baktería ein mesta ógn við hnattræna heilsu mannkyns. Það að bakteríur myndi með tímanum ónæmi gegn sýklalyfjum eðlileg þróun en aukin notkun á sýklalyfjum hraðar ferlinu til muna og hjálpar bakteríum til þess að koma upp sterkum stofni með ónæmi. Með auknu sýklalyfjaónæmi verður erfiðara að meðhöndla alvarleg veikindi og léttvæg veikindi á borð við sár, hálsbólgu og eyrnabólgu geta orðið alvarleg. Nú þegar hýsa milljónum manna ónæma bakteríur og milljón manns láta lífið á völdum ónæmara baktería á hverju ári. Spár sýna að árleg dauðsföll vegna þessa getur verið í kringum 10 milljónir árið 2050. Og þess bara geta að þessi mikla sýklalyfjanotkun ekki vegna þess að fólk að nota sýklalyf, heldur vegna þess eins og áður kom fram að dýrin að borða þessi sýklalyf. En eins og áður kom fram líka þá sýklalyfjanotkun í Íslandi frekar lítil. Betur farið með dýr á Íslandi? Sennilega betra að vera kind á Íslandi en á Nýja-Sjálandi. Og sennilega betra að vera kýr á Íslandi heldur en í Bandaríkjunum. En hvað var að kjúklinga, svín og laxa það ólíklegt að það sé nokkuð betra en annars staðar. Að öllum líkum verra að vera minkur eða hryss á Íslandi þar sem annars staðar þar sem að blóðmerahald og minkarækt eru búgreinar sem ekki eru stundaðar víða annars staðar. Varðandi hættur á veiru og eða bakteríufaröldrum sem gætu áttu upprössun á íslenskum verksmiðjubúum, þá eru það líklega töluvert minni en annars staðar í heiminum. En hvað sem tilíður þó að hætta á faröldrum og heimsfaröldrum sem minni hér og þó við notum ekki eins mikið af sýklalyfjum eins og aðrar þjóðir, getum við þá notað það sem rök til að viðhalda okkar verksmiðjubúskap. Það tel ég ekki. Eins og ætti að vera öllum ljós núna, þá verksmiðjubúskapur ekki vandamál sem einskorðast við einstaka þjóður, heldur þetta vandamál sem allt mannkyn stendur frammi fyrir. Það ljóst að til að ná árangri til að leysa og sporna við þeim vandamálum þá nauðsynlegt að gjörbreyta verklag og matvælaframleiðslu á þann hátt sem veitir raunverulegt viðnám gegn verksmiðjubúskap og á sama tíma greiðir götu fyrir sjálfbærari og grænni búskap sem byggir á afurðum úr plönturíkjum. Því oft haldið fram að vegna þess að Ísland svo lítið að þá þegar það kemur að vandamálum sem allur heimurinn stendur frammi fyrir breyta það litlu þó við gerum hér verulega breytingar til batnaðar og að þess vegna ættum við ekkert að vera að hafa fyrir því að gera breytingar til batnaðar. Þessi rök eru gölluð að minnsta kosti tveimur ástæðum. Fyrri ástæðan sú að við ætlum að segja að 350.000 manna þjóð geti ekki gert neitt til að sporna við vandamálum heimsum eins og loftslagsbreytingum og verksmiðjubúskap, þá ekki alveg hægt að skipta Kína niður í 4.000 hólf sem hvert telur með 350.000 og halda því fram að öll hólfin í Kína geti ekkert gert til að takast á við heimsvandamáli. Hin ástæðan að þó að Ísland eitt og sér bjargi ekki heiminum, þá getum við leitt með góðu fordæmi, sýnt að raunverulega breytingar eru möguleikar og þannig auðvelda öðrum þjóðum og öllum 4.000 hólflandum í Kína að gera breytingar í átt að betri heim. Gerum það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Benjamín. Þú fórst bara svona 20 sekúndum við tímann, sem bara alveg ágætlega vel sloppið. Og þú veist, venjulega hefði ég náttúrulega veifað eitthvað svona að þér, en þú veist, ég er bara alltaf að læra, sko. En en þú veist, 20 sekúndur slepp alveg, sko. Við erum ekki alveg, þú veist, við erum líka aðeins undan áallur sem frábært.
Já, Mér glæsilegt. langaði sko að segja ykkur að því að ofta á þessum málþingum, þetta er 5. skipt sem við gerum þetta, lungorn hefð, það sem ekki ekki. Venjulega höfum við verið með meira svona líka einhvers konar, ég veit ekki hvað ég segja, andstöðurök eða eitthvað svona. Og mér langaði bara að tilkynna það á fundinum að við buðum Sigmari Vilhjálmssyni að mæta, sem að flesti þekkja undir formerkinum Simmi Vil, en hann er talsmaður eggja, kjúklinga og svínabænda á Íslandi. Við sendum sko, við grófum upp 2 mail og fengum ekkert svar, þó höfum alveg reynt að ná í hann. Þannig að það hefði nú verið svolítið áhugavert og öðruvísi að hafa hann með okkur. En það voru bara ekkert alveg allir sem svöruðu þessi boði á okkar og sko fyrir 5 árum þegar við heldum mjólkurskattsmálþingið, þá hélt ég að það yrði mjög erfitt að fá pólitíkusa til þess að mæta af því að það væri mjög mikil hræðsla að tala svona málefni. En mér til mikillar furðu þá var það bara auðveldar en hélt og við fengum frá flestum flokkum og höfum eiginlega alltaf fengið frá flestum flokkum á hvert einasta málþing. En í þetta skipti reyndar þá svaraði Sjálfstæðisflokkurinn ekki neinu þó að við sendum oftar en einu sinni post og töluðum við á Facebook og miðflokkurinn svaraði ekki heldur. Þannig að þetta er mitt svona shame til þeirra að nefna þetta sérstaklega hér. Ég er að hugsa að við tökum okkur pásu til 5 mínútur í, bara svona rétt til að standa upp og fá okkur kaffi og eitthvað og svo tekur stjórnmálafólkið sem er okkar í kvöld við og segir okkur aðeins frá hvað þeirra flokkar eru að gera sem tengist þessum málefnum og svona. Til í það. Herðu, ok, þá sjáumst við 5 mínútur í.
Jæja, þá eru allir búin að fá sér eitthvað í bollan. Það sér enginn hvað í bollanum hér, en ég heyrði einhvers staðar að það væri ekki gott að fá sér kaffi eftir 8. En ég fylgi ekki þeim reglum sjálf, ég veit ekki með ykkur. Hérna, núna komið að því að stjórnmálafólkið sem með okkur í kvöld segi okkur hvað stjórnmálaflokknum þeirra finnst verksmiðjubúskap á Íslandi. Og ég veit að þetta náttúrulega svolítið opin spurning og þið fáið bara núna 3 mínútur til þess að svara af því að á eftir þá verðum við öll í pallborði og fáum inn spurningar frá fólkinu sem að hlusta á Facebook og það verður örugglega líka mjög líflegt. Þannig að ég var að hugsa hvort að Helga Vala vildi byrja og svo myndi ég bara kynna inn alltaf næsta. Helga Vala, til í það? Já, til í það. Takk fyrir þetta flotta boð og þennan fund. Svo ég hafi blótað ykkur hressilega í dag út af handboltanum sem er á skjánum. Ég er alveg að hlusta, sko. Ég fær svona að kíkja á stíginn reglulega. En við heyrum auðvitað alltaf í fréttum af óboðlegum aðbúnaði dýra í verksmiðjubúum hér á landi. Það var minnst á brúneggjamáli en það var ekkert að ræða eitthvað eitt einstakt bú, heldur eru yfir 80% varpana á Íslandi aldar í búrum sem eru svo óhugnaleg og lítil að þau eru bönnuð í Evrópu. Við heyrum af blóðmerum og það er líka bannað víða en ekki hér. Við teljum okkur einhvern veginn ekki þurfa að gera eins og ég heyrði einmitt að Benjamin talaði Íslandi svo lítið og við erum svolítið oft þjökuð af því. Við sjáum heimildaþátt eftir heimildaþátt sem lýsir hvernig kjötframleiðsla hefur áhrif á hlýnun jarðar og hvað svo. Í umræðinu dýravelferð, verksmiðjubúskap, veganisma og loftslagsmál vill umræðan oft fara í það og ég heyrði það bara síðast í vikunni að sé að ræða einhverja skerðingu á atvinnufrelsi sem eru þetta stjórnarskrárvarin réttur. Og ég gafti þegar ég heyrði þetta í vikunni. Þetta er vægast sagt sérstakur vinkill af því að við höfum þetta margs konar lagaákvæði sem banna framkvæmd og framkomu til verndar lífi og heilsu dýra sem annarra. En við virðumst ekki treysta okkur til að taka nógu stór skref til þess að vernda dýr, mannfólk og loftslag og förum kannski helst í að merkja eitthvað svona að hlutir séu vistvænir þó að við vitum betur jafnvel. Þannig að stefna okkar í Samfylkingunni er að við ráðumst ekki að þeim sem eru að framleiða heldur að við notum styrk ríkisins til þess að stýra ákveðinni hegðun. Að við notum til dæmis landbúnaðarstyrki til annars konar fæðuframleiðslu en kjöts- og dýraafurða. Af því að landbúnaðarstyrkur í dag miðast við kjötframleiðslu og dýraafurðir en við eigum í staðinn að vera auðvitað að beina auknum styrkveitingum í framleiðslu á próteinríkum plöntumatvælum af því við getum það vel, við erum með kjöraðstæður og eigum að geta brugðist hratt og vel við. Það væri auðvitað best að það væri unnin heildsteypt landbúnaðarstefna sem setur í forgang nýsköpun í loftslagsvænni matvælaframleiðslu og grænkera matvælaframleiðslu. Og allt það sem við getum til þess að hvetja bændur til þess að rækta eitthvað annað en dýr. Og við lögðum þetta fram í kosningastefnunni okkar í haust að hætta að skilyrða styrk til bænda við framleiðslu og jafnvel umbuna þeim fyrir að hætta framleiðslu á dýraafurðum og fara frekar yfir í annað sem er bæði loftslagsvænna og sjálfbærara og þess háttar. Ég vildi koma inn á margt annað en tíminn er búinn. Takk. Herðu geggjað, þá er tímakerfið mitt að virka. Ég er að stilla klukkuna, þeir sem eru að horfa á Facebook þeir sjá það ekki, en ég held að þeir sem eru með mér á Zoom-fundinum sjá það. Þannig að og svo get ég verið ekstra pirrandi og kveikt bara á afmjúta mig og láti klukkuna hringja, en ég vona að ég fari nú ekki þangað. Herðu, þá er það Þórunn Wolfram Pétursdóttir frá Viðreisn sem ég gef orðið. Kæra þakkir og hjartans þakki fyrir boðið og fyrir að halda þennan fund. Þetta er bara löngu tímabært og vel við hæfi í veganúar að ræða þetta búskaparform eða iðnað kannski frekar og ég tala hérna sem stoltur grænkeri til nokkra ára
hef reyndar verið bóndi líka hérna fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þannig ég tel mig þekkja þetta umhverfi ansi vel frá ansi mörgum hliðum. Og fyrst að tala út frá Viðreisn, því að Viðreisn tala fyrir sjálfbærni og umhverfisvernd í öllum sínum málefnastefnum. Og hvað varðar matvæla og landbúnaðarstefnu sérstaklega, þá viljum við Viðreisn byggja upp umhverfi að kerfi sem styður fjölbreytta og umhverfisvæna matvælaframleiðslu, sem tekur tillit til breyttara neysluvenja fólks og eflir dýravelferð. Við viljum líka efla lífrænan landbúnað, breyta styrkjakerfi landbúnaðarins þannig að verði umhverfismiðað frekar en framleiðslutengt, eins og að meginhluta nú. Við viljum sem sagt byggja upp landbúnaðar og matvælaframleiðslukerfi sem byggir á sjálfbærri auðlindanýtingu og gefur af sér sjálfbært framleiddar afurðir. Og af því að við erum búin að hlusta hér á alveg mjög góða fyrirlestra eða innlegg frá þeim sem hafa talað hingað til, þá vil ég líka undirstrika það að verksmiðjubúskapur á Íslandi eða annars staðar, það engin munur í grunni eftir því hvar þú ert í heiminum, hvort að það alltaf vont að vera dýr í verksmiðjubú. Ef það verra eða ekki, það allt annað mál, það alltaf vont. Og í mínum huga það mjög skýrt að þauleldi eða verksmiðjubúskapur getur aldrei gefið af sér matvæli sem eru framleidd á sjálfbæran hátt. Það finnst mér bara alveg skýrt. Af því við erum þar með dýr sem eru meðhöndluð frá fæðingu, bara sem hagrænar afurðir, fyrir dýr sem búa við streitu og ónáttúrulegt umhverfi, þennan stutta líftíma sem þau hafa, þau fá aldrei tækifæri til að sinna náttúrulega atferli sínu og svo framvegis og það bara ekkert sjálfbært við það, bara ekki neitt. Og ég reynda fullviss að yngri kynslóðir hérlendis, bara rétt eins og annars staðar í Evrópu til að mynda, mun á næstu árum hverfa mikið frá neyslu á verksmiðjuframleiddum dýraafurðum, bara við sjáum þetta bara gerast ótrúlega hratt og þetta grasrótarbreyting, þetta ekki stjórnvaldarbreyting, þetta bara við sem einstaklingar sem tökum þessa ákvörðun og ég allavega merki þetta mjög mikið í kringum með börnunum mínum og þeirra félögum. Og það bara mjög mikilvægt fyrir stjórnvöld á þessum tímapunkti að aðlaga framtíðar matvæla- og landbúnaðarstefnu að breyttu neysluvenjum, átta meira plöntumiðuðu fæði og við getum mjög auðveldlega gert þetta hérlendis. Takk fyrir mig. Ok, vá, þú varst bara búin áður en að klukkan hringdi, þannig að við fórum smá gerfi, nei. Takk fyrir þetta, Þórunn. Þá það Þórarinn Ingi Pétursson frá Framsókn sem ég ætla að gefa orðið næst. Já, komið þið sæl, heyrið í mér. Ljómandi, heyrðu, bara takk fyrir og takk fyrir áhugaverða umræður. Ég ætla áður en lengri haldið, þá ætla ég nú aðeins að kynna mig. Jú, ég þingmaður Framsóknarflokksins og ég einn af þessum bændum sem var talaður líka. Það að segja, ég sauðfjárbóndi og ég samsami ágætlega við það sem Benjamin var að tala áðan að það þegar við erum að halda og berjumst fyrir því að halda lífi í lömbunum og vorin og til þess að gera úr maður og haustinn. Þannig nú bara tilgangurinn það sem við höfum verið að starfa. En aðeins að því sem verið að fjalla hér og ef við förum inn í það að tala verksmiðjubúskap á Íslandi og margt áhugavert sem kom fram í ykkar máli hér verksmiðjubúskap. Þá skulum aðeins ræða aðbúnaðarreglugerðir versus það sem erlendis. Það þannig að, jú, það eru ennþá þann dag í dag eru varphænur hafðar í búrum en samkvæmt reglugerð eða lögum sem liggur fyrir að þá eiga þær að vera komnar úr búrunum eftir nokkur ár, man nú ekki alveg akkurat hvernig það en það að fara að gerast og menn að fara í þær fjárfestingar og því fyrr því betra segi ég nú bara því að það mjög mikilvægt að halda þessu áfram og það eitt í þessu sem að hafa í huga af hverju erum við komin á þennan stað með það að við erum að framleiða svona dýr í þauleldi, laxeldi, með stórbú, með svínum og hænum. Væntanlega það náttúrulega eftirspurnin eftir vörunni, hún gerir það verkum að menn leita í þennan hátt og hún til staðar í dag, verður væntanlega til staðar eitthvað áfram. En við verðum samt að horfa til þess að reyna
að ég tók eftir því að Þórunn sagði áðan, ég get alveg tekið undir þessu Þórunn sagði varðandi það, þú veist, það er aldrei, við erum aldrei með dýrin í náttúrulegu umhverfi. Það er bara þannig í þessari framtíð. En þá verðum við samt að reyna að gera það þannig að, að velferð dýranna sé höfð að leiðarljósi, hvernig sem það er hægt, þó að það sem er væntanlega betra að vera hamingjusöm svín út í haga og hafa það bara gott þar. En það er bara ekki veruleikinn og meðan að neytandinn vill kaupa vöruna, þá heldur þessi vara áfram. Þannig er nú bara lífið svo einfalt. Varðandi aðbúnaði á svínum, að þá erum við hér á landi með strangari reglur hvað varðar aðbúnað á svínum inn á þessu svínabúi. Og það var minnst hér áðan í upphafi varðandi leigursár og giltum og annað. Nú í dag er allir bannað að halda giltur á básum. Og þetta voru mjög sláandi myndir sem við sáum og við þekkjum öll með þetta brúneggjarmálin og þau svínabú sem hafa verið Já. Tíminn er búinn. Ég er rétt byrjaður. Já, ég trúi þér. Ég heyrði það svona, ég var svona, er að koma endur hérna? Nei, þú veist þannig að ég ætla að bíða aðeins, en þú færði alveg búið að tækja fyrir umræðunum. Takk. En mér langaði samt að segja, þú veist, eitt varðandi það sem þú sagðir, það er svo áhugavert með þetta, það er held ég alveg rétt þegar við erum með sterkari kröfur. En mér finnst svolítið svona skrítið, þú veist, það var viðtal við formann Bændasamtakanna daginn, þar sem að hann talaði og sagði við erum með hendurnar bundnar fyrir aftan bak. Og þú veist, í samhenginu einhvern veginn að, þú veist, það verður svo erfitt að vera að keppa við þá sem eru ekki með dýravelferðarlöggjöfir, eða þú veist, svona betri dýravelferð. Eða þú veist, þetta er svona skringilt orðalag, skilur hvað ég meina? Þú veist, að kalla þetta, hvað segirðu? Já, svaraðu, endilega. Sko, ég held að það sé frekar tækifæri fyrir okkur að reyna að setja markið hátt í því sem við erum að gera og framleiða og kem þá bara betur inn að þá eftirvæntanlega hér í pallborði sem snýra því að bara við verðum að hafa þá velferð dýra að leiðarljósi í öllu sem við gerum og reyna hvort sem það er blóðhrifsur eða eitthvað annað eða bara framleiða egg eða svínakjöt, þá verðum við alltaf að setja markið mjög hátt þó svo við séum að keppa við vöru sem framleitt eru annan á. Akkurat, það var kannski eitthvað við þetta orðalag sem að stakk mig svolítið, að þú veist, það var eins og hann væri að segja að við vildum vera verri í þessu þannig að við getum keppt, eða þú veist, já, en allavega, ég ætla ekki að starta umræðinum strax, en ég fæ kannski bara Andrés Inga Jónsson frá Pírötum næst og ég reyna að halda í mér með umræðinar, það er alveg að koma þeim. Andrés, gjörðu svo vel. Já, takk og gleðilegan veganúar. Það er rosalega freistandi að fara út víðan völl. Þeir eru búin að tala svo margt áhugavert, losun gróðurhúsalofttegunda og einhafa landnotkun fyrir fóðurframleiðslu og bara mengunina frá kjötverksmiðjum og sýklaónæmið sem verður til þarna. En ég ætla að reyna að halda mig dálítið þröngt bara við hvað okkur Pírötum finnst verksmiðjubúskap og kannski enduróma pínu það sem að Benjamin sagði, það að við litum á verksmiðjubúskapstundum sem dálítið fjarlægan Íslandi af því að við verum svo lítil og sæt, en blóðmeramáli til dæmis sýnir okkur að merarnar okkar eru notaðar sem hráefni í beikonframleiðslu í öðrum löndum. Við erum að hluti af virðiskeðju verksmiðjuframleiðslu á heimsvísu og svo náttúrulega fáum við reglulega fréttir af bara mjög massífum verksmiðjum á Íslandi, þó við séum kannski ekki með almennilega skilgreiningu á verksmiðjubúskap. Þá til dæmis fyrir 2 árum voru Stjörnuegg að sækja að tvöfalda húsið sitt úr 50.000 varphænum upp í næstum 100.000 og þá ertu nú komin ansi hátt á bara alþjóðlegan skala. En bara grjóthart varðandi stefnuna hjá okkur Pírötum, þá erum við með mjög fína og nýlega stefnu dýrahald og velferð dýra sem segir í grófum dráttum að ef það er ekki hægt að mæta þörfum dýra til rýmis, loftgæða, heilsu og annars eins og til dæmis útivistar, þá bara sé ekki grundvöllur fyrir dýrahaldinu. Þetta er bara þarna var varúðarreglan dálítið nýtt til að undirbyggja stefnuna. Og við erum ekkert að líta á Ísland eitt og sér, heldur viljum við gera þessar kröfur sambærilegar gagnvart maturum sem eru seldar óháð upprunalandi, þannig að þetta nái yfir innflutning líka.
Þannig að við séum að gera sko sambærilega kröfur og það akkurat sem þú veist að koma inn á Vigdís Fríða varðandi það að þetta snýst samkeppnishæfni líka. Og svo erum við með frá síðasta ári matvæla- og landbúnaðarstefnu sem að snýst akkurat það sem Helga var að koma inn á, að við þurfum einhverja heildarsýn landbúnaði. Matvælastefna Pírata snýst einmitt það að við náum einhvern veginn að púsla saman hagsmunum neytenda og bænda og dýra og umhverfis. Þetta á allt að geta virka saman í jafnvægi. En til þess þurfum við bara harðari reglur og það sem að við þurfum, sko, það er alveg hægt að auka kröfur út í hið óendanlega, en það sem okkur vantar er sterkara eftirlit. Og þessi litla dæmisaga, Vigdís Fríða, af samskiptum þínum við Matvælastofnun og sko það hvernig gengur stundum að ná upplýsingum út úr þeim eftirlitsaðila þetta er ekki nógu gott, svona á eftirlitsaðila ekki að vera. Ég lagði til dæmis bara núna í byrjun mánaða fram fyrirspurn eftirlitið til að sjá sko hvernig stofnunin hefði unnið úr tillögum eftir að brúneggjarmálið sýndi hvað þyrfti að laga og bara hvort væri ekki málið að hafa upplýsingar almennt aðgengilegar þannig að almenningur og bændur geti fylgst bara með öllu sem að gerast og þannig gert betra búin. Það er magna stundum þú veist, ég er oft svona, þetta er alveg að klárast þessi setning, en hún er mjög áhugaverð og löng, en þú veist, eins og segi, það er umræður eftir, þannig að þetta... Trikk er að þetta bara komi inn í setningun, ekki punkta. Já, ég þarf að læra þetta, sko, ég er alltaf hnitmiði stundum, sko, ekki alltaf samt. En Líf Magnúðardóttir frá Vinstri grænum ætlar að eiga orðið næst, Líf. Takk Vigdís, þetta er frábær fundur og ég vil sérstaklega þakka Örn og Benjamin fyrir frábæra innlegg líka fræðandi. Ég ætla mér skilst að við hefum bara 3 mínútur og dóttir mín vildi vera með fyrirgefiði, það er bara svona stórt heimili og allt það. En mér langar aldrei að deila með ykkur einu sem að host disabled participant screen sharing en allt í lagi. Það er svona mynd sem að vekur mig til umhugsunar hvernig heimurinn og líffræðileg fjölbreytni bara í fokki. Við erum bara að rækta búfénað, kýr, kindur og hvað erum við að gera við þær? Jú, við erum að slátra þeim. Ég hef algjöran viðbjóð á kjúkling og svínabúum, algjöran. Ég hef ekki borðað kjúkling og svín í lengri tíma. Það er kannski ágætt að taka það fram að sko matur er menning og við erum alin upp við eitthvað og til dæmis þegar ég flutti til Danmörku þegar ég var 16 ára gömul og þá var bara svín í öll mál og það er bara algjör viðbjóður. Og svínabúin í Danmörku eru náttúrulega bara 70-falt hér á við Ísland, en allt í lagi. Ég flokkurinn minn er landbúnaðarflokkur og við erum líka sko græn og við erum sjálfbær. Þannig að við þurfum að taka tillit til loftslagsbreytingar á mannavöldum og áfram KR. Dóttir mín er hér til þess að hvetja KR áfram. En mér langar líka að segja að það sem að skiptir okkur máli, það sem við þurfum að gera, að það er einhvern veginn að sko við erum ekki bara fólki sem að borða svið. Við erum komin miklu lengra í því. Við þurfum hugarfarsbreytingu, menningin er vissulega svolítið rótgróin, við þurfum að hræra í henni, við þurfum nýjungar og ég fagna líka bara veganúar sem að ég hef tekið þátt í, ég er pescatarian og ég náttúrulega er að ala upp börn og við erum á stóra heimili, en þetta er samt sko, en allt er þetta. En þetta er samt sko vegferð sem við erum að fara og það sem að stjórnmálaflokkar þurfa að gera, það er að ívilna, það er að setja á dagskrá niðurgreiðslu til dæmis eins og fjölbreytta landbúnaðarhátta, grænmetisræktun, einhvern tímann í Silfrinu sagði ég frekar kálver heldur en álver og ég stend algjörlega við það og hægri menn gera grína mér fyrir það. Þannig að ég held að okkur sé að þoka áfram. Þetta er líka lýðheilsumál og það sem að skipta máli er að grænkerafæði
líka minkarsjúkdóma. Hvað sérðu það? Já, ok. Það greinilega frábært að vera með svona aðstoðmann hjá sér. Vá, ég ætla að mæla með þessu fyrir alla ef ég þarf að halda svona rafrænt málþing aftur. Takk fyrir þetta. Já, en ég ætla að segja líka, og ég hlakka til að setja í pallborðinu vegna þess að þetta að vera grænkeri er miklu meira en bara loftslagsmál eða umhverfismál, það er líka lýðheilsumál og þar er ég stödd, sko. Já, sammála og mér finnst líka svona að það þarf að koma í umræðuna að þetta er lífsskoðun. Það að vera vegan, þetta er ekki lífsstíll, þetta er ekki kúr eða diet, þetta er bara lífsskoðun og það er stjórnarskrárvarinn réttur fólks að borða ekki dýr ef þau svo kjósa og ég held að við þurfum einhvern veginn að koma þessu betur á framfæri í samfélaginu til þess að fólk lenda ekki vandræðum með að fá vegan mat þar sem það er statt og þetta er mjög mikið vandamál eins og í skólakerfinu sem að við erum mikið að reyna að taka á í samtökum grænkera af því að foreldrar, vegan börn og foreldrar þeirra lenda oft í því að skólar bara neita að gefa barni eitthvað annað en kjöt og jafnvel fara fram á vottorð og eitthvað og þetta minnir mig alltaf svolítið á það þegar ég var lítil þá var ég alltaf spurð því ég borðaði ekki skinku, ég borðaði alveg kjöt þegar ég var lítil en ekki skinku og ég var spurð einu svona heimilisfræðikennara hvort ég væri múslimi og ég sagði nei, ég er ekki múslimi og þá sagði hann, já ok, þá verður þú að borða skinku og þannig ég held við erum að einhverju leyti komið með það og hreinda ef fólk af trúarlegum ástæðum vill ekki borða kjöt þá einhvern veginn berum við virðingu fyrir því en ef það er lífsskoðun þá samt ennþá lendur fólk í vandræðum. Það er ekki alveg nóg gott að mínum mati en mér langaði líka að segja áður en byrjum að bara til ykkar í stjórnmálaflokkunum ég held að það sé vonandi rétt hjá mér að það sé að vera auðveldara að vera vegan í stjórnmálaflokkum. Ég held að fyrir nokkrum árum hafi það verið bara frekar erfitt að koma inn og segja að ég er vegan skiljiði og bara taka þátt af því að það breytir svo rosalega miklu varðandi viðhorf en ég held að við höfum öll svolítið gott að því að taka umræðuna og einmitt bara vera ólík en geta átt samtali. En já, spurningar til ykkar, við erum á Facebook live og við erum að taka inn spurningar á fullu og fyrsta spurningin var hvort að það væri til skilgreiningar á verksmiðjubúi versus fjölskyldubúi, hver munur væri, og eins og ég skil spurningu þá er þetta bara hvað er verksmiðjubúskapur? Og ég ætla að biðja ykkur í umræðinum að rétta upp hönd ef þið vilji reyna að svara og svo bara pinpointa ég ykkur og reyna að muna hver rétta upp hönd og svona. Þannig að bara rétta upp hönd. Já, Andrés, hvað segir þú? Hvað er verksmiðjubúskapur versus fjölskyldubú? Pínu stressandi að við með Þóra eftir mér ef ég segi ykkur að búið vitleysu en ég held nefnilega að í íslenskum lögum sé þetta ekki skilgreint. Þauleldi er skilgreint í lögum en þá bara út frá menguninni sem stafar frá búunum. Ef þú er komið með 40.000 hænsna á eitt stað þá þarf úrgangurinn að fara í gegnum ákveðin prósess. En þegar kemur að velferð dýranna innanhús sem að ég held að sé sá skilningur sem við leggjum flest í verksmiðjubúskap þá er engin skali í reglugerðum velferð dýra. Og þetta er eitthvað sem að ef við viljum gera einhverja lágmarksbreytingar í rétt átt, þá þyrfti að allavega þrepaskipta þessum reglum einhvern veginn. Þannig að það verði ákveðin sérstök vörn fyrir dýrin sem að búa í mesta fjöldýrinu í stærstu húsunum. Var þetta nokkuð vitlaust, Þóra? Þóra þarf að fara mute. Ef hann ætlar að svara. Ég bara takk fyrir og góð spurning. Þetta var Andrés Ingi, nei, þetta var mjög vel svarað hjá þér. Ég held að skilgreiningin, hún er ekki til. Það er ekki til en skilgreining á því á milli, en við getum talað fjölskyldubú og við þekkjum skilgreiningun á fjölskyldu, en sama fjölskylda, hún getur líka verið með ansi mjög stórt bú. Samanber bara það sem var talað áðan í ungu hjónum sem voru að stækka hjá sér kjúklingaeldi. Og þannig að
en skilgreiningin ekki til, en ég held að flest okkar geti lagt svona puttana á það svona, og sagt, jú, þetta vespíða, en skilgreiningin ekki samt til staðar enn í dag. Við spurðum með Masta þessu og þau sögðu það sama og hann sagði bara við mér hreinskilnislega, ég skil nú bara ekkert af hverju þú ert að spyrja þessu. Af því að það getur bara verið farið illa með dýr sem eru í litlum búum og stórum búum. En allavega mér fyrir skipta máli að þetta liggi fyrir og ég hef nú gert einhverja tilraunir til þess að skilgreina þetta. En ég finn ekki akkurat skilgreininguna núna og ég ætla ekki að fara með einhverja vitleysu hérna. En já, mér fannst þetta svolítið áhugavert og ég líka tók eftir því í þessu samtali, ég ætla nú ekki að fara að segja hver þetta var hjá Masta eitthvað, en hann talaði mjög mikið bara bændur sem fjölskyldur en ekki fyrirtæki og við einhvern veginn gátum ekki sammælst það að verksmiðjubúskapur eða búskapur væru fyrirtæki og ég var svolítið svona hissið þessu af því að ég hélt einhvern veginn að við værum komin einhvern veginn þangað að við gætum séð þennan iðnað sem fyrirtæki, en þú veist, ég skil alveg af hverju einu sinni horfðum við öðruvísi á máli. En ok, ég ætla að halda áfram að lesa spurningar fyrir ykkur og þessi svolítið... Helga Vala bað líka borðið. Já, ok, fyrirgefðu, Helga Vala. Náttúrulega, ég langar bara að lauma einn smá varðandi þetta, snýst þetta ekki magnið. Fjölskylda getur rekið verksmiðjubú og að samaskapi getur í rauninni að geta algjörlega ótengdir aðilar verið með mun smærri framleiðslu. Ef við tökum matvæli út fyrir sviga og setjum inn bara hvað sem bara fataframleiðslu, þá getum maður verið með litla saumastofu en svo alveg bara ofboðslega stóra fataframleiðslu sem með fólk í þrælkunarvinnu og þess að þar. Þannig að þetta bara... Já, akkurat. Enda þú veist, held ég að það sé ekkert endilega líka bara af dýravelferðarástæðum sem væri gott að vita þetta, mér finnst þetta bara svona almennt gott að vita. En spurning frá samtökum grænkera. Við höfum beitt sveitarfélög og ríki þrýstingi til þess að boða sig upp á grænkerafæði fyrir þau sem kjósa í skólum og stofnunum. Já, þrátt fyrir lofar til dæmis Reykjavíkurborgar að grænkerafæði eigi að vera í boði á öllum vinnustöðum þeirra á leikskólum og í grunnskólum, þá hefur það enn ekki komist til framkvæmda. Munið þið sem þingmenn og borgarfulltrúar beiti ykkur fyrir því að framboð grænkerafæði verði aukið og að framboð dýraafurða verði minna. Og réttupenn sem vilja svara þessu, bara svo ég sjái. Já, byrjum allavega á Andrési. Andrés? Já, bara algjörlega, ég meina þetta svo við förum bara yfir í loftslagsmálin til dæmis, þá eitt af stóru atriðunum þar að því að við þurfum að fara í gegnum græn umskipti á öllum sviðum. Grænu umskiptin í matvælaframleiðslu snúast ekki bara einhverja tæknilega lausnir á kerfinu eins og það heldur að gjörbreyta neysluvenjum, þannig að við hjálpum fólki að færa sig úr þessari ofneyslu á kjöti sem í samfélaginu og yfir í grænni kostin. Og það náttúrulega lykilatriði að nota opinberu mötuneyti sem vettvang til þess. Það mjög auðvelt fyrir ríki og sveitarfélög sem rekstraraðila að hjálpa þeim sem borða þar mörg 100.000 máltíðir í viku að bara minnka vistsporið af þeim nánast bara á nóinu og ætti ekki að trufla nokkurn mann. Já, Þórunn? Takk. Já, mér langar að bæta við þetta að það líka í opinberum stofnunum þar sem boðið upp á grænkerafæði, samhliða öðru fæði, bara mjög gott. Ég vinn til dæmis þá til stöðum þar sem ég hef aðgengi að mötuneyti sem annars vegar hjá Landbúnaðarháskólanum og hins vegar hjá Landgræðslunni. Það alltaf boðið líka upp á grænkerafæði. Og það sem að sér gerast að fólk sem kannski ekki reglulega í þessu fæði, þess fer að smakka og finnst það bara skrambi gott, þannig að það þarf svolítið að merkja við hverjir klárlega fara að fá sér grænkerafæði, svo verði nörglega til. Og ég veit ekki hvort að þið hafi upplifað það að fara í veislur þar sem grænkerafæði fyrir að því að við erum nokkur sem viljum það, þá þarf maður helst að fara fyrstur í annars búið að klára það, að því að fólk forvitið. Og þetta rosa jákvætt. Að því að ég held að það þetta flexi og þetta bara jafn sjálfsagt val og hvað annað.
Þannig ég held að þetta þurfa að koma svona, hvað var það skólana að sjálfsögðu, þá þarf þetta bara að vera, þetta er aftur eins og við komum fram, þetta er hugafar. Akkurat. Þetta er vesen, en þetta er ekki vesen. Þessu, af því að nú er ég búin að vera vegan í svona cirka 6 ár og það verður nú sífellt skárra með hverju árinu. En þú veist, mér finnst ennþá svo ógeðslega leiðilegt þegar fólk heldur bara að vegan matur sé ekki matur. Af því að sumir alveg ennþá þar að geta ekki borðað einstaklega svona vegan mat og ég held að leiðin að lausninni þarna sé í gegnum skólakerfið 100%, en þá skiptir líka máli að börn fá ekki bara soðið grænmeti og hrísgrjón, sko. En örsnögt áður en að næsta kemur inn, að ég verð bara að segja ykkur stuttasögu að barnabarnið sem kom og borðaði með okkur, fékk í annað skipti hamborgara og bara alveg pjúra eins og að vera slamí og í hitt skipti pilsur eins og á að vera. Hún var alsæl með þetta, 5 ára gömul og hún finnur bara enga mun á hvort að hamborgarinn vegan eða ekki vegan eða pilsan. Herði, þá ætla ég að gefa Líf orðið. Já, þetta er dálítið bara eins og í skipulagsmálum og samgöngumálum, if you build it, they will come, og ef við erum með nægilegt framboð af einhverju, þá neytir fólk þess. Og ég held að stýringar séu mjög góðar. Ég held til dæmis að lægsti samnefnarinn í öllu sé vegan mataræði. Og ég hef talað mjög opinskátt það að við eigum að innleiða það í allar stofnanir Reykjavíkurborgar, svo það sé sagt, og við erum einmitt núna og það er að gerast, og ég veit alveg að fólk er óþreyjufullt, en það gerist hægt, þú ert að fá fólk í lið með þér. Og við erum núna í matarstefnuhópi þar sem við erum að auka fæði grænkera og grænmetisrétta vegna þess að það er hollt og það er gott og það er lýðheilsu sjónarmið fólkinni því og við getum fengið prótín úr grænmeti án þess að bara kjöt og það er loftslagsmál og það er umhverfismál og allt það og við þurfum að styrkja líka allt sem hefur komið fram varðandi innlenda framleiðslu. Þannig að við erum á góðri vegferð og við erum að nálgast markmið, þannig að ég ætla að halda áfram að tala fyrir því að grænkerafæði sé lægsti samnefnarinn og að það sé ekki bara meðlæti. Þannig að þetta er gríðastórt verkefni eins og við vorum að tala um áðan að matur er menning en við þurfum einhvers staðar að byrja. Þannig að ég þar. Já, mér langaði að segja ykkur frá því að við erum núna, samtök grænkera, í samstarfi við landlækni og erum að hjálpa þeim að koma að ráðleggingum fyrir bæði vegan konur á meðgöngu og vegan börn. Og aðdragandinn að þessi samstarfi kemur frá svona þingi, þar sem við tölum mataræði og mannréttindi, hvort að börn held ég ættu rétt á því að fá vegan fæði. Mér minnir að hafa verið á því málþingi frekar en einhverju öðru. Og þá ákvað landlæknir að gefa út grein, ég veit ekki hvort að þið munið eitthvað eftir þessu, en hún var svona mjög sjokkerandi fyrir vegan samfélag í Íslandi af því að þau sögðu eiginlega að það væri ekki fullnægjandi fyrir börn að vera vegan, ef það væri ekki nóg, eða þau þyrftu dýraafurðir. En þú veist, tóku það svo tilbaka og fóru að vinna með okkur og hluti af ástæðunni fyrir því er náttúrulega bara vaxandi hópur fólks sem er vegan á Íslandi í dag og heilsugæslurnar hafa rosalega mikið kalla eftir ráðleggingum sem að þau geta stuðst við og núna hvetur landlæknir skóla til þess að sjá hvernig heimilin hafa þetta og ef heimilin eru vegan að reyna að mæta því og mæta fólki þar sem það er. En mér langar að spyrja því að þessi spurning er svo gífurlega stór. Af því þú talar mannréttindi. Ég fór fyrir mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er enn í gildi árið 2000, hún var samþykkt í borgarstjórn 2016. Og þar tók ég inn 4 nýja þætti, umhverfi en líka lífskoðanir og þar tók ég einmitt inn veganisma. Alveg bara og við erum mjög framalega í því og það var bara, og starfsfólk borgarinnar kom til mín og bara hvað áttu við með þessu og ég sagði bara að vera vegan er lífskoðun og við þurfum að taka tillit til þess og við þurfum að bjóða upp á grænkerafæði í skólum og ég veit allt er svifasend í þangfjörum, borgarkerfisins og alþingis
en við erum að hefja, við erum að vaða þær. Hérna, það væri ótrúlega áhugavert að fá svör frá fleirum. Eru fleiri sem vilja svara því hvort þeir muni beita sig fyrir því að framboð á granngirafæði verði aukið og framboð dýraafurða verði minnkað? Þórarinn? Góð spurning. Ég held að það sem að mötunetin eru stærri, og það er að segja í borgarsamfélagi og stærri fyrirtækjum, þá er þetta tiltölulega einfalt. En þetta er snúnara reiknaði með svona í minni samfélögum, en aftur á móti þá er það þannig, er það mín skoðun, að fólk á að hafa aðgengi að þeim mat sem það vill borða, hvort það sé grænkjarafæði eða kjöt, og það eru bara svona réttindi einstaklingsins að þegar menn eru að neyta matar í mötunetum að menn hafi þó þannig aðgang að því fæði. Svo eru mörg þau orð. Takk. Takk fyrir þetta. Herðu, ég ætla að fara yfir næstu spurningar í lagi, Þórunn. Það er svo rosalega margt spurningum að koma inn, en ég ætla líka að segja við ykkur að af því að spurningar eru á Facebook, þá getið þið svo farið á Facebook eftir viðburðinn og svarað sérstaklega þar aftur eða meira, ef það er eitthvað sem ég næ ekki að kofvera. En það er ein spurning til Benjamins. Þú segir í bókinni að dýrin voru alin upp sem kannibalismar, sem sagt áti dýraafurðir. Ertu að segja að búfé á Íslandi borði sláturafurðir? Benjamin. Já, nei, herru, ég er alls ekki að segja það. Ég ger mér ekki alveg grein fyrir hvað dýr á Íslandi borða. Þetta er tilvísun frá meginlandi Evrópu og þar komst þú upp að það var að vera að gefa kúm leifar úr sláturhús. Og þetta er ekki mín orð, þetta er orðin frá Peter Sigar. En það var þá að vera að gefa kúm leifar á sláturhúsum og það olli því að þessi kúariða fór í gang. Takk fyrir þetta. Heyrðu, hér kemur spurning frá Eygló. Í lífrænum landbúnaði eru strangar reglur aðbúnað búfjár. Dýrin fá mun meira pláss, útivist er tryggð og lögð áhersla á að dýrin geti sýnt sína náttúrulegu hegðun. Almennt eru sýklalyf ekki notuð og eingöngu lífrænn áburður. Kröfur eru gerðar lífrænt fóður, engar erfðabreyttar lífverur. Langar að spyrja hvað ykkur finnst lífrænan landbúnað eða búfjárhald sem valkost, talandi þær áskoranir sem þið nefnið. Og ég sé Helga Vala og Þórarinn og Andrés vilja tala þetta, þannig bara í þessari röð. Helga Vala, já, og svo Þórunn í lokin. Já, takk. Já, mér langar að koma aðeins inn á þetta. Framkvæmd þessa og svona skilyrði fyrir lífrænan landbúnað þarf að vera miklu betri. Við þurfum að búa til, aftur tala ég hvata, þegar við getum búið til hvata. Þeir sem að vilja hefja lífrænan landbúnað þurfa að kosta mjög miklu til og endalaust vera í þessu að greiða fyrir vottunina og þetta er bara mjög dýr prósess. Þeir sem eru svo í lífrænum, til dæmis, lífrænni kjötframleiðslu, ef við erum að segja það, ég þekki til dæmis Höllu Steinóls sem er á Fellsströndinni, að hún er svo að auki að díla við afurðastöðvarnar sem að segja bara, við flokkum þetta ekkert í lífrænt eða ólífrænt. Þú verður bara að eiga það við einhverja aðra. Neytendur eru ekkert að pæla í svona hlutum og henda svo bara öllu á sama stað og eru ekki að passa upp á að þetta sé almennilega flokkað. Og það eru þetta algjörlega ótækt. Þarna getum við aftur verið að stuðla að lífrænni ræktun, að sjálfsögðu plönturíkum afurðum, grænmeti og þess aftar og passa það sé lífrænt og passa að það sé þannig að það slíi ekki fjárhag fjölskyldna og bænda sem eru í þessu. Það var Þórarinn. Já, takk. Mjög góð spurning. Aðeins varðandi því að Helga Vala myndist á lífrænt sauðfjárbú, þá var það nú þannig til að byrja með
að það var í ákveðnu sláturhúsi það sem var ákveðin vottun, þar sem þessu var slátrað og þessu var haldið sér til að byrja með. Vandamáli var síðan bara það að neytandinn sjálfur vildi bara ekki borga það verð fyrir vöruna það sem upp var sett. Ég er alveg klár á því að lífræn framleiðsla á hvort sem það eru kjötafurðir eða bara vörur úr grænageiranum, að þetta snýst alltaf það að neytandinn þarf að vilja borga það verð sem upp er sett fyrir vöruna sem kemur á markað. Og lífræn vara á að vera dýrari og hún er dýrari í framleiðslu, bara með það kröfur sem gerðar eru til hennar. Þannig að ef að neytandinn leitar eftir vörunni, þá er ég alveg klár á því að það sé mikil framtíð í því að stunda þann búskap. Takk. Þá er það Þórunn. Það er alveg klárt mál að þetta er leiðin sem við eigum að stefna í, rétt eins og bara Evrópa er að gera. Ef þið eru búin að skoða græna samfélagssáttmála Evrópusambandsins, að þá gott ef skal ekki alveg segja hvort ég man það rétt, en mér minnir að þeir vilji auka 25% hlut lífræns landbúnaðar í sinni landbúnaðar, í þessum græna samfélagssáttmála til 2030. Og sjálfsögðu eigum við líka að fara í þessa átt. Og hvað einmitt Þórarinn var að tala varðandi framboð og eftirspurn, það er líka sjálfsögðu, þá er það hvatarnir inni í kerfinu, við getum þá líka greitt niður eða eitthvað, þannig að neytendur hafi betra aðgengi að þessari vöru umfram annað, eða allavega val á svipuðu verði. Við getum breytt hagrænum hvötum líka í því samhengi. Og svo er það bara annað, af því að Líf var nú að tala mikið líka áðan varðandi lýðheilsumáli. Þarna er gríðarlega stórt lýðheilsumál, af því að þessi vara hefur sannarlega stimpil á að það er ekki verið að nota eiturefni í ræktuninni, hvort sem það er skordýraeitur eða plöntuvarnarefni eða hvað það er. Og það er betra, af því að við erum það sem við borðum, það er ekki flókið. Og rétt að því nú með orðið, að þá til þess að svara því sem að Þórarinn var að tala áðan sem er svo satt hjá honum. Mér finnst að við bara geta fengið aðgengi að þeim mat sem við aðhyllumst, að þá á sama stað, varðandi lítilega stór mötuneyti eða hvað annað, það er ótrúlega lítið mál að vera með allt meðlæti og allt annað heldur en kannski þá hvort það er kjöt, fiskur eða grænmetisréttur eða veganréttur, allt annað þarf ekki að innihalda dýraafurðir. Þannig að það er mjög auðvelt að búa til mat á litlum stöðum án þess að þetta sé eitthvað vandamál með meðlæti. Bara koma því að líka. Bara lausnir. Heyrðu, þá er það Andrés. Sko það að hefðbundin matvæli sem eru ekki lífræn framleiðsla séu mögulega ódýrari á kassanum, það kannski er hluti af vandanum við verksmiðjubúskapið mitt, að það er alls konar kostnaður sem að einhver annar ber en neytandinn. Hann er borinn með því að velferð dýranna er ekki tryggð, með því að starfsfólk á verksmiðjubúunum fær ekki mannsæmandi laun og með því að mengunarreglur séu ekki uppfylltar. Þannig að sko þó að neytandinn kannski út í búð borgi minna fyrir verksmiðjukjötið heldur en lífræna kjötið, þá er það bara vegna þess að raunverulegu kostnaður skila sér ekki á kassan. Og það er eitthvað sem við þurfum að laga í ekki bara matvælakerfi Íslands heldur alls heimsins, og það sem við höfum talað hjá Pírötum er að sko styðja við síðan alls konar nýsköpun og þróun í vistvænum landbúnaði, þannig að við sko styrkjum einstaklinga og þá bændur og þeirra fyrirtæki til að þróa sko eitthvað annað, þannig að við séum ekki bara að standa fyrir lífstílsbreytingu samfélagsins, grænu umbyltingunni og skilja fólk eftir, heldur hjálpum bændum að taka þátt í þessari þróun sem að þau náttúrulega vilja vera hluti af og átta sig náttúrulega á því betur en flest annað fólk sko hvaða áhrif til dæmis loftslagsbreytingar hafa á náttúruna. Þetta er fólk sem vinnur með þessa náttúru á hverjum einasta degi og sér bara sko í hvað stefnir. Þannig að já, þetta er sem sagt okkar. Herðu, takk fyrir þetta. Þá er það Líf áður en fyrir mér næstu spurningu. Já, takk hérlega. Ég held sko að þið opinbera þurfa að greiða leiðina. Ég held að við þurfum að vera með fókusin á
ívilnanir varðandi sko, til dæmis eins og það að vera sjálfbær okkar starfsemi, að þurfa ekki að kaupa sko aðflutt grænmeti, ávexti og fleira og ég eiginlega algjörlega af því að sko eitt náttúrulega að vera í flokki og samþykkja ykkur stefnu og reyna að setja ykkur mál á dagskrá, vera kannski sko the only gay in the village stundum. En sko við í VG, við erum algjörlega samþykk því að við þurfum að auka framleiðslu og grænmeti innanlands. Elskar mín, takk fyrir þetta. Og við þurfum einhvern veginn að jafna dreifingarkostnað, raforku og við þurfum einhvern veginn að lækka líka raforkukostnað. Við þurfum sem sagt að búa til farveginn fyrir það að það sé auðvelt að vera sjálfbær með grænmetisræktun, ávaxtaræktun og hvað eina. Þannig að til dæmis eins og svona verksmiði búskapur bara fasi út. Og þetta þurfum við að leggja áherslu á. Og þetta bara það erfiðasta í stjórnmálum, að það er hugarfarsbreyting, viðhorfsbreyting og hvað eina. En þess vegna er ég þakklát því að fá að tala hér, tala allstaðar og að við sem að halda þessa fundi og málþing og hvað eina grænkjarafæði og hvernig við getum gert betur í íslensku landbúnaði. Já, það var líka að þú nefnir. En svo þarftu bara put your ass into it, sko. Algjörlega, gaman að nefnir grænmetisbændunar, við tókum það einu sinni fyrir og þá fannst mér svolítið áberandi hvað staða grænmetisbænda er ólík eftir landsvæðum á Íslandi. Af því að sveitafélögin setja svo mikið tóninn fyrir það hvað grænmetisbændur borga fyrir jörðin, að þú veist allt þetta sem þarf, ég er ekki sérfræðingur í grænmetisrækt en mér fannst það svona standa upp úr umræðinu og þú veist það væri gaman ef þetta taka einhvern veginn þær pælingar lengra og reyna að finna lausn til þess að það geti sem flestir rækta grænmeti á Íslandi. En það er spurning til Auðar og hún er: menga dýr í verksmiðjubúskap á Íslandi minna en annars staðar í heiminum? Ég er rosalega fljót að svara þessu, ég veit það ekki. Ég held að það fari rosalega mikið bara eftir í við hvað þú ert að miða. Við erum með mikið land þannig að við höfum, það er auðveldara fyrir okkur að losa okkur við úrganginn og við erum fá þannig að við erum ekki með svo mörg dýr. En per dýr á ég vona að þetta sé bara svipað. Takk fyrir þetta. Herði, nú er spurning hvar Birtu. Ég verð að viðurkenna, ég saknaði svolítið þegar fólk gat kynnt sig og er eitthvað: hæ, ég heiti Birta, ég ætla að spyrja ykkur spurningu. En allavega, Birta vill vita, þetta er til ykkar allra, hún tekur það fram. Nú fá bændur styrki frá ríkinu til dýrahalds og erfitt getur verið fyrir þá að færa sig yfir í aðra grein eða aðra matarframleiðslu. Er möguleiki á að styrkja bændur til þess að færa sig nær grænmetisrækt og þar af leiðandi vistvænna starfi? Og er flokkurinn ykkar með einhverja slíka stefnu? Og nú ætlum ég bara að leyfa mér að láta ykkur öll svara þessu, þannig að ég ætla bara að byrja á Andrési. Stuttasvarið er já, ég fór nú aðeins yfir þetta í síðasta svari held ég. Við erum með í umhverfis- og loftslagsstefnunni okkar sem við samþykktum í fyrra alls konar hugmyndir eins og þetta með að styðja við nýsköpun í vistvænum landbúnaði, þannig að við notum hvatastyrki til að hjálpa fólki að bara umbylta sinni framleiðslu og svo að auka ylrækt og jarðrækt á plöntufæði aftur með styrkjum en líka með svona rekstrar umhverfisþáttum eins og lægra raforkuverði og bara styrkja raforkunetið út landi þannig að garðyrkjubændur standi jafnfætis hvað sem við búa. Og síðan höfum við líka verið að ræða hvort sé ekki hægt að kúpla eins í sundur framfærslu bænda og framleiðslu þeirra. Hugmyndin borgaralaun sem að Píratar hafa náttúrulega verið að tala frá stofnun er eitthvað sem að væri mögulega hægt að nota á afmörkuð svið samfélagsins áður en svo hugmyndur sköluð upp á allt samfélagið og þá væri til dæmis bændastéttin kannski mjög
ákjósanlegt fyrsta stopp í því, þá veru borgaralaun til bænda í stað einhverja sko framleiðslustyrkja leið til að fólk gæti bara haft trygga framfærslu og svo gæti framleiðsla á vörunni þeirra verið eitthvað þar að auki, þannig að fólk væri ekki alltaf einhvern veginn væri ekki alltaf að verja sko bara grundvöll lífsíns þegar til dæmis væri verið að gagnrýna sauðfjárrækt eða hvað það heldur væri bara geti nálgast þetta sem bara sem léttvægari hluta af lífinu, ekki bara spurning um líf og dauða. Takk Þóra Helga. Þú þarft að ég ætla bara að taka bara stuttasvarið af því að við erum svo mörg og klukkan að vera 10. Já, eins og ég sagði í upphafi þá erum við með það í stefnun okkar, vorum með í kosningastefnun okkar að hætta að einskorða stuðning við bændur við framleiðslu á kjöti og dýraafurðum. Þetta styðja miklu frekar við loftslagsvæn verkefni, sjálfbæra matvælum, framleiðslu og annað. Og auka stuðning við grænmetisrækt og svona próteinríka plöntuafurðir. Þannig að við erum með þetta í okkar stefnu og viljum nýta styrk ríkisins, styrk stjórnvalda til þess að beina bændum frekar í þessa átt. Takk fyrir það. Þá það Þórunn. Eins og ég fór yfir áðan að þá viljum við nákvæmlega gera þetta, að við viljum byggja upp umhverfið eða kerfi í Viðreisn sem styður við fjölbreytta og umhverfisvæna matvælaframleiðslu sem tekur tillit til þá breyttara neysluvenja fólks og til framtíðar og eflir dýravelferð. Og þannig að styrkjakerfi landbúnaðarins verði umhverfismiðað frekar en framleiðslutengt. Ég held að það sé algjörlega lykillinn og það kannski tengir svolítið við það sem að Andrés Ingi var að segja varðandi, hann kallar það borgaralaun. Það að efla vistkerfi landsins og stuðla þar með að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og binda gróðurhúsalofttegundir, efla og vernda líffræðilega fjölbreytni og annað. Það gríðarleg tækifæri fyrir okkur sem samfélag að beina fjármagni til bænda og landbúnaðar samfélagsins sem að ég vil sjá veg heims sem mestan. Ég vil sjá byggð út allt land og þar eru, bílinn eru máttastólparnir þar, en það ekki kindin eða kýrin sem máttastólpin, það fjölskyldan, það fólkið. Þannig að geta viðhaldið þessu og þetta hjá okkur algjört lykilatriði, já. Takk fyrir svarið. Þá það Líf og svo Þórarinn. Sjálfbær loftslagsvænn landbúnaður lykilatriði í framtíð Íslands og þannig að svarið já, stuttasvarið já. En við verðum að taka tillit til þess að við þurfum að fasa út. Við erum eins og ég sagði áðan, við erum þetta grænn flokkur en við erum líka landbúnaðarflokkur. Þannig að það ákveðin polarisering í mínum flokki. Við erum annars vegar bara höfuðborgarbúar og svo erum við landsbyggðin og lífsviðurværi fólks í húfi. Þannig að við þurfum að gera fólki auðvelt fyrir að feta aðra slóð og við þurfum að opna aðra leiðir. Og ég held að Vinstri græn séu alveg langbest til þess að finna þessar nýju slóðir, enda erum við algjörlega óhrædd að gera það og feta nýja slóðir. Þannig að svarið já og svo bara áfram grænkera hugmyndafræði. Heyrðu, þá það Þórarinn, manstu spurninguna? Ég held ég muna það. Já, geggja. Hafa eitt á hreinu líka, það í dag eru niðurgreiðslur til grænmetisræktunar á Íslandi, þar að segja til ylræktar og einnig borga út á jaðrækt. Það eru niðurgreiðslur á tómatum, gúrkum og paprikum. Það eru niðurgreiðslur í dag til garðyrkjunnar sem þá samanber kartöflur og gulrætur og gulrófur og þess háttar. Já, við eigum að gera meira af því, við þurfum að auka þessa framleiðslu og við getum það vel og eins með alla akuryrkju, það er að segja framleiða bygg, hafra og þess háttar. Þessi tækifæri eru fyrir hendi og einnig eru mjög spennandi tilraunir í gangi varðandi repjurækt og þess háttar. Við eigum að reyna að auka við á öllum sviðum. Ég svo sem ekki, og minn flokkur ekki sérstakur talsmaður þess að auka við og draga úr annars staðar, heldur eigum við frekar að bæta í
og sérstaklega að bæta í grænageiranum, það er að segja í ylræktinni og jarðræktinni og eins í akuryrkjunni. Takk. Takk hérlega fyrir þetta svar. Ég ætla að reyna að tala ekki með þetta sjálf, bara seinna. Ég tek bara spjallið ykkur öll seinna. Núna er sem sagt spurning sem kemur frá Grétari sem er í skipulagshópnum með mér. Sjáta þetta skipulagshópinn sem er að hlusta og fylgjast með og passa allt gangi vel fyrir sig. Mun þú eða þinn flokkur beita þér eða ykkur fyrir auknu eftirliti og auknu aðgengi almennings að upplýsingum dýravelferð? Af því að nú hefur komið í ljós hér, við lentum bara í því sjálf, að það er rosalega erfitt að nálgast upplýsingar og ég get líka bara bætti söguna áðan sem ég sagði ykkur með Mast, að sko meira segja upplýsingar sem einu sinni lágu fyrir, eins og ég veit ekki hvort þið muni eftir skandalinu með legusár í svínabú landsins. Þetta var sko skýrsla sem var þó birt á netinu á sínum tíma. Hún var horfin af netinu, við fyndum hann ekki neinstaðar inn á Mast og þurftum sko sérstaklega 3 kalla eftir að fá hann að senda. Og ég hef líka oft velt því fyrir mér, ég veit kannski þau ekki alveg að fara að svara þessu núna, en mér langar samt að segja það ég held sko í alvörunni að þetta sem við lentum í Mast sé bara gegn upplýsingalögum og stjórnsýslulögum. En já, okkur langar eiginlega bara að vita, mun þú eða ykkar flokkur beita þér fyrir aðgengi almennings að upplýsingum dýravelferð? Og núna ætla ég að fara hinn hringina því ég sé ykkur sko Andrés Ingi kemur fyrst, þess vegna ég alltaf óvart að velja hann fyrst, en ég ætla að byrja á Þórarinn og fara svo upp, já. Takk Vigdís, bara ein svona ágætis ábending, það er Þór Arni, þegar hann til að beina þetta. Ok, takk fyrir þetta. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Nei, allt í góðu. Heyrðu, sko, ég held að þessar upplýsingar séu mjög vandmeð farnar og ég hef alveg skilning á því að menn sitji svolítið fast á þeim, en lykilatriði í öllu þessu er það að eftirliti virki og velferð dýra sé höfð að leiðarljósi. Hvort að það sé eitthvað betra, að það sé fyrir augum allra eða annað, ég hef ekki sérstaklega skoðun á því. En mjög mikilvægt er í þessu að í þessu samhengi þá er líka, sem ég held að það sé að trufla þarna inn í þessu, að þá er þarna verið að eiga við einstaklinga líka. Og ég held að, ég gæti verið að færa mér rangt, ég held að það hafi áhrif á það þegar menn er að koma frá sér upplýsingum, þetta snúist einhverju persónu upplýsingum líka. Ég held að það sé þannig, en það gæti verið að ég væri að fara með algjörlega rangt, en ég minnir að það sé eitthvað í þessa veru. Já, Líf. Já, takk fyrir það. Við búum auðvitað í nútíma samfélagi þar sem við erum í stórborg og hér er hundahald og við hefum ketti og gára og eðlur og skrýtna fiska og alls konar. Og ég held að sé alveg mikilvægt að fylgjast með því. Við höfum auðvitað breytt samþykktum í Reykjavíkurborg hvað þetta varðar. Við erum að þoka okkur í áttina að dýravænni borg. Og ég var í hópi þeirra sem tók ákvörðun það að breyta þessu. Annað er að ég elska dýr og ég held að þau vinni gegn einsemd í stórborgum og séu gefandi. Ég ólst upp við dýr sjálf þangað til ég fékk ónæmi fyrir kötti fyrir 10 ár, þegar ég var 10 ára. Þannig að við þurftum því miður að losa okkur við kettuna og ég hef aldrei grátið eins mikið á ævinni. En svo svona á fullorðnis árum og þá hef ég oft verið að hugsa þetta og ég held að dýr eigi bara að fá að vera frjáls en maður er raunverulega þar og það er líka loftslagsspor sem að fylgi því að framleiða dýramat fyrir fólk sem á dýr í stórborgum og allt í tengdu, þannig að það er margt að hugsa bæði í dýravelferð og húsdýrahaldi og hver ánægja dýra. Við erum fólk, við gefum þeim auðvitað bara tilfinningarna sem að við höfum. Þannig að það togast á í mér, ég elska hunda og ketti, ég vil endilega hafa þau heima, við erum samt manneskjur og búin að ala upp eitthvað dýr,
en ég held að við sem samfélag þurfum að hafa eftirlit með því hvernig þau sem að eiga dýr sinna þeim. Þannig að já, svarið er já. Sko, Takk fyrir. Hérna, allir það eru 5 mínútur eftir, þá vil ég biðja ykkur að vera fljót að svara þessu. Rosa fyrir spurning samt, sko. Já, hvað segirðu? Þetta er rosalega, þú veist, þetta er svo heimspekilegt og ekki flókið. Já, en þú veist, aðalmálið í þessu er bara, munið þið beita ykkur fyrir auknu aðgengi almennings að upplýsingum dýravelferð? Svarið já. Já, akkurat. Og við erum þar í Reykjavík. Frábært, það er mjög gott og hérna, bara, þú veist, það sýnir bara hvað þessi umræða er þörf að við höfum gengið gegnum svona mikið vesen. Ég pirraði mig mjög mikið á þessu því að það skiptir mig öllu máli að vera með allar staðreyndir á hreinu og það var rosalega erfitt fyrir mig að fá allt í einu bara ekki að vera með allar staðreyndir á hreinu af því fæ ekki upplýsingarnar. En það ákveðum við svolítið að taka út úr þessu málþingi líka, samtökin, að bara núna þurfum við bara að fara að beita okkur fyrir þessu og ég vona að þeir séu með okkur þar. En hérna, Þórunn er næst og ætlar að svara hvort að hennar flokkur sé á þessu máli og ég bið ykkur að vera einmitt svolítið snögga þegar þetta er alveg að klárast hjá okkur. Það myndi ég segja sé fullkomlega í samræmi við stefnu Viðreisnar almennt að auka gegnsæi og aðgengi að sérstaklega opinberum upplýsingum eins og þessum, frátalið að sjálfsögðu persónuverndar, en ég hef bara heyrt aðeins og margar sögur að það sem fólk lendir í ströggli við til dæmis eins og MAST og þetta á ekki að viðgangast, ekki frekar hjá öðrum opinberum stofnunum, það er bara sjálfsögðu. Þá er það Helga. Já, MAST auðvitað verður að fara eftir upplýsingalögum. MAST er opinber stofnun og ég sé ekki að MAST geti neitað að veita upplýsingar. Ég sé ekki alveg hérna á hvaða forsendum þau geta gert það. Þetta er ekki viðkvæma persónuupplýsingar dýraníð, alls ekki. Heilbrigðisupplýsingar eru viðkvæma persónuupplýsingar og svona upplýsingar innan úr fjölskyldu en ekki ef að þú ert stór framleiðandi og ert að stunda dýraníð til dæmis, þá er það ekki slíkar upplýsingar að það njóti einhverju sérstakra verndar. Þannig að ég myndi alveg vera til í að taka að mér slíkt mál til þess að þið getur hjálpað, fengið upplýsingar og ég veit að það eru margir til í það. Takk kærlega. Þetta var aðgræði hérna í lok veganúar. Andrés? Já, þannig bara stór hluti af erfðaefninu hjá Pírötum að standa fyrir því að styrkja eftirlit og auka aðgengi almennings að upplýsingum. Þannig að þetta er nú eitthvað sem við myndum alltaf standa með og ég var að rifja það upp daginn að fyrsta fyrirspurning sem ég lagði fram eftir að ég var kosin á þing 2016 var einmitt í kjölfar brúneggjarmálsins þar sem að ég var að spyrja akkurat það hvernig ráðuneytið ætlaði að vinna að því að það veru skýrari og öruggari ferlar til þess að upplýsingar svona mál rötuðu til fjölmiðla og þar með almennings og það er síðan þráður sem ég hef tekið upp reglulega síðan og var núna bara 3 mánuðinum að hendin fyrirspurn til ráðherra til að sjá hvort hefði í alvöru eitthvað verið unnið úr þessum vanköntum á þessum 5 árum sem eru liðin síðan. Ég er hræddur að það sé ekki nógu mikið búið að gera og þá er það eitthvað sem við þurfum að stinga saman nefjum með hvernig við getum bætt úr í framhaldinu. Takk, heyrðu, Helga Vala, örsnöggt í viðbót. Örsnöggt, þið getið líka nýtt ykkur okkur til þess að spyrja spurninga og fá svör. Takk kærlega fyrir það, það er mjög gott að vita og ég mun sannlega gera það. Loka spurningin er orðin víðfræg á málþingunum og en ég ætla að bæta við hana. Ég ætla að spyrja ykkur þetta er bara takk kærlega líka fyrir frábærar umræður og sannlega hægt að taka meira á þessu seinna. En mér langar bara að vita núna í lokin, hvað er uppáhalds grænmetið ykkar allra og hvað er uppáhalds dýrið ykkar? Og við byrjum á Þórarni. Ég held ég að setja rétt núna. Uppáhalds dýrið og uppáhalds grænmetið. Vá, ég er í vandræðum á báðum stöðum en ég held að sé kartafla. Það er uppáhalds grænmetið mitt. Þetta búið svo tölvöld mikið til að því ég er. Og síðan það náttúrulega bara sauðkindin, kóran og sköpunarversins.
Heyrðu, Líf, Sko, síðast sagði ég hvítlaukur en ég ætla að segja brokkoli núna og ég ætla að segja máfur. Og ég skal bara skrifa blaðagrein af hverju máfur uppáhaldsdýrið mitt. En hún vill líka segja viðhengi mitt. já, segðu okkur. Brokkoli líka og Hestur. hestur uppáhaldsdýr. Frábært. Benjamin, Góð spurning, ég ekki þurft að svara þessa spurningu áður. Ég mjög hrifinn af brokkoli líka, það bara, og bok choy, ég held ég að líka sagt það einhvern veginn. Uppáhaldsdýrið mitt, já, ég mjög hrifinn af mannfólki. það flott svar. Auður, Gulrót og köttur. takk fyrir. Helga Vala, Spergilkál og kisa. ekki ykkur að nóta þetta niður? Þetta getur örugglega sagt okkur mjög mikið persónuleika þeirra sem tóku þátt í kvöld. Herðu, Andrés Ingi, Náttúrulega alltaf aspas, sko. Og flóðsvín sem er svona eins og naggrís nema jafnstórt og labradorhundur. Ótrúlega magnað dýr. geggjað. Og Vala, Hún liggur fyrir eftir mig og er búin að vera allan tíman, það er kisa. Og ég er líka kartöflukona, kannski af því að ég er vegan og stundum fæ ég ekkert að borða nema kartöflur ef ég er á ferðalagi, en ég elska sem betur fyrir kartöflur, það eru bestar. herðu, takk kærlega fyrir þetta. Má ég ekki líka? Jú, fyrirgefðu, ég ætla nú alls ekki að gleyma. Herðu, segðu okkur. En ég skal segja ykkur það er lífrænt ræktaða íslenska melónan sem ég keypti hérna niður á Sólheimum í Grímsnesi í sumar. Það var sælgæti og að sjálfsögðu svo er það kisa. Nú er ég ekki hrædd að glemt ykkur með öðrum, en ég held ekki. Þannig að takk kærlega fyrir komuna. Þetta svarar svo líka. Ég? Ég hefði þurft umhugsunartíma, ég var svo mikið að hlusta á ykkur. Ég ætla bara að velja eitthvað núna. Ég segi bok choy, það er frábært og það er framleitt á Íslandi og það er ótrúlega að finna eitthvað margir veit ekki ennþá hvað það er, en það virðist samt seljast það vel að það fæst í bónus, þannig að ég er mjög ánægð með það. Og ég ætla bara að velja kýr núna, af því að málefni þeirra standa mér nærri, alltaf í veganúar sérstaklega. En takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna, takk fyrir að vera liðleg og vilja gera þetta með okkur rafrænt og ég vona að við getum gert þetta á næsta ári í live eins og allir aðrir Íslendingar. Þannig að já, bara takk fyrir og umræðan er ekki búin, heldur var þetta bara byrjunin. Takk. Þakkir. Takk kærlega fyrir flott málþing.